Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Kryddsíld. Að baki eru ansi viðburðaríkir tímar og í árslok lítum við flestum öxl og já, líka til framtíðar. En best er þó að vera í núinu og hér erum við mætt á síðasta degi ársins einu sinni enn og það er boðið til veislu. Hátíðleg umgjörð, prúðbúið fólk, góðir gestir, tónlist og fallegar veitingar. Já, allt eins og það bara á að vera. Og við háborðið sitja þau Erla Björg og Kolbeinn Tumi sem ætla að gera upp árið í stjórnmálunum með fulltrúum flokkana. Og venju samkvæmt kynnum við svo í þættinum val fréttastofu á manni ársins, leynigesturinn okkar, og inn á milli fáum við heyra ljúfa tóna húsmannsins okkar og fallegan söng Unu Torfa sem slegið hefur rækilega í gegn á árinu. Já, það er engin lát eða framönda gott fólk, trúið mér. Hefjum nú partíið og skiptum yfir á Erlu Björg og Kolbeinn Tuma. Já, komið sæl og verið velkomin í þessa veislu. Heiðursgestirnir eru mættir hérna og sitja við borðið. Það vantar reyndar einn forsætisráðherra sem er að klára að taka upp ávarp sitt hjá Ríkisútvarpinu. Nú, það verður nóg að vera hér í dag. Það er margt að ræða. Margar spurningar brenna okkur Tuma allavega. En hér eru svona fasta gestir við borðið, hafa verið í mörg ár, nema Gísli. Hann er nýliði ársins. Vertu velkominn. Kemur fyrir hönd Pírata. Já, í fyrra þá byrjuðum við leika á svona ljúfunótum, ræða jólin, við ræddum trú á Guð, við erum á svipuðnótum núna, við ætlum að ræða smá áramótin og trú á, haldið ykkur fast, álfa. Það var allir hérna verið einhvern veginn í útlöndu spyrjar að sagt Íslendingar trúa á álfa. Ég veit ekki hvernig þið svarið þessu, ég veit hvernig ég svaraði þessu. En maskína hefur kveðið upp sinn dóm. Landsmenn hafa svarað og staðreyndin er sú, árið 2023 þá trúa 35% Íslendinga á álfa. Og ekki nóg með það, álfatrúin fer vaxandi úr 30% í 35% á 5 ára tímabili. Ég veit ekki hvað það segir okkur en svo er þetta eitthvað misjafnt milli flokka líka? Jú, þar sem við erum nú hérna með formenn flokkana, þá er við hæfið aðtöku hvort það sé okkur flokkslínur í þessari álfatrú. Og svo virðist vera. Yfir 60% kjósenda flokksfólksins trú á álfa. Það er alveg hellingur. Nærri helmingur kjósenda Vinstri grænna, rétt tæplega helmingur framsóknarmanna, 35% sjálfstæðismanna trú á álfa, 27% Pírata, ríflega 25% kjósenda Samfylkingar, en álfatrúamenn, þeir eru fæstir í Viðreisn, eða 23%. Þetta er bömmir maður. Er þetta bömmir? Trúir þú á álfa, Þorgerður? Já, ég er allavega alveg upp við það að á æskuheimilum mínu í Breiðholti er steinn sem hafa látin vera því undir eins og það var þegar mamma og pabbi voru að byggja þar á sinni tíma 70 og eitthvað, 70, 72 að þá gerðist alltaf eitthvað ef hann var hreyfður. Þannig að hann bara hafður út í garði, notalegu steinn og hann svona, fólkið þar í steinunum, það vakti svolítið yfir okkur. Þannig að já, ég svona er að segja það að ég held þau séu þarna svona nær okkur. Þannig að ég tilheyrir þessi, hvað sagði, 20%? Já, það er alveg 23%, þetta er ekkert fáir. Svo ertu úr sko álfabænum, Hafnarfirði? Já, svo þar fyrir utan að þá er náttúrulega, það er ekki hægt að koma úr Hafnarfirði að trúa álfa og huldufólk bara, ég býð ykkur velkomin heim í Hafnarfirði. Og mundir henta mjög vel í hlutverk álfs í Lord of the Rings. Ég sé það alveg fyrir mér. Varst þú að tala við syni mína? Þeir voru að segja þetta við mig í gær. Mamma, þú ert alveg eins og álfarnir í Lord of the Rings. Ég veit ekki hvort það sé kompliment eða ekki. Ég bara veit það ekki. Ekkert annað. Inga, ég verð að spyrja þig, það er greinilegt hvert þú sækir þitt fylgi. Eru álfar kannski menn? Trúið þú á álfa? Já, ég geri það absolutt og álfar eru menn, já. Við skulum tala til dæmis eins og Þorgerður nefnir steinin í garðinum hjá pappa og mömmu þegar þeir voru að byggja að þá bý ég nú í Grafarholti og mér skildist að þegar var verið að byggja Grafarholti núna bara síðustu aldamót og þá hefði nú alltaf átt að vera þvæla og sprengja upp steina sem þar eru risastórir og fallegir og tignalegir meira að segja og eins og ég segi þetta eru álfahallirnar sem eru í Grafarholtinu nú það bilaði og allt fór á hliðina hjá byggingaverktökum þegar þeir voru að fara að eiga við þetta eins og í garðinum hjá foreldrum hennar Þorgerðar Katrínar þannig að þessar fallegu álfabyggðir hafa fengið að halda sér í Grafarholtinu og ég geng aldrei svoleiðis hjá með mína litlu vaffa öðruvísi heldur en að heilsa yndislega álfunum kannski vegna þess að ég þori ekki öðru ef þau skildu vera hefnigjarnir eitthvað ég allavega ákveð það að taka þann pólinn í hæðina
fyrir elsku álfana, já. Birgir Inga, er það áfall að bara 35% þjóðarinnar trúa álfa? Er það áfall fyrir þig? Ekki fyrir mig persónlega, þetta hefur nú ekkert verið sérstaklega á stefnuskrá Flokks fólksins þannig að sé, þó svo að þetta sé að koma svona skemmtilega og óvart hvað við erum, já, elskulega álfa. En þannig að það hefur nú ekki sérstaklega verið neitt, já, við höfum nú meira verið á öðrum stað, en álfarnir eru einmitt að hjálpa okkur í baráttunni gegn fátækt. Það eru þeir að gera hins vegar, já. Píratar eru svona frekar neðarlega og Samfylkingin, eru þið bara jarðbundið fólk? Ég held allavega að ég ólst upp rétt hjá Álfhól í Kópavogi og bjó svo við hliðina á Helliskerði í Hafnarfirði, þannig að það var alltaf verið álfar í kringum mig. Þannig að ég er kannski ennþá hérna inni, álfar. Og það meiri álfur en Gísli. Mér sýnist bara vera álfar á þingi. Kristrún þarf að sleppa. Kristrún, trúið þú á álfa? Sko, ég var einmitt að hugsa að þið fóru hringin hérna, það er allir með einhverja álfasögu. Ég reyndar ólst ekki mikið upp við slíka sögur, ég ólst upp í Fossvoginum og kannski ekki mikið álfaklettum þar. En það er nú alltaf bara gaman að trúa á eitthvað og á maður ekki bara að tala til breiðfylkingarinnar eða samfylkingarinnar, það eru allir velkomni, hvort þau trúa álfa eða ekki. Mér finnst þetta er skemmtilegt hvort heldur sem að trúir á þetta ekki í því samhengi að þú ert að bera virðingu fyrir náttúru og hlutunum í kringu þig og að því litinu til getur verið gott að hafa eitthvað haldreipi. En ég væri ekki að segja satt frá ef ég myndi koma með eitthvað sögu mína æsku álfa. Það er bara ekki mikið álfum þar. En þú sagðir að hann eru álfar á Alþingi og það er nefnilega þannig að í lögum á Íslandi þegar verið er að skipuleggja og byggja þá þarf að taka tillit til huldufólksins. Við erum sannlega eina land í heimi sem hefur sett lög þar sem að álfar eru hlutteknir inn sem hluti af ákvörðunarferli. Hvað segir þú, Bjarni? Ég bara er að hugsa hvort að það þarf ekki að taka þetta þá með í stjórnarskrárbreytingar líka. Tryggja einhvern veginn virðingu við álfana og huldufólk og þeirra rétt í samfélaginu. Nei, ég meina hvað maður að gera þegar maður er alinn upp fyrir það að vegagerðin tekur á sig auka kostnað og leggur lykkju og vegi til þess að fara framhjá bjargi sem er í vegstæðinu. Það þýðir að, þú veist, maður er elst upp í samfélagi þar sem að ríkisstofnanir er að gera ráðstafanir til að taka tillit til álfa, þannig að maður er alinn upp fyrir það. Svo er maður náttúrulega bara þannig að maður er ekkert að taka sénsinn á þessum málum. Maður er ekkert að sparka í steina eða óþörf. Einmitt. Sigurður Ingi, Sigmundur Davíð, hvað segir þið, trúið þið á álfa? Sko, almennt ekki, en samt, ég er farin að lenda því oftar og oftar að týna alls konar hlutum. Ég fekk svona AirPods í jólagjöf, svona hlustunartæki, ég kannast þetta. Og svo innan eins dags átti ég bara AirPod og nú er ég bara hylkið. Þannig að ég held að sé alveg rétt að hafa hugan opinn hvað þetta varðar. En þú átt hund, er það ekki? Nei, ekki lengur. Ná, ok. En hann drafst, það var ekki álfunum að kenna. Ekki AirPods. Og ekki AirPods. Nei. En ég tel samt rétt hjá vegagerðinni að hafa varan á. Það er aldrei hægt að fara á varlega. Já, einmitt. Nei, ég hef nú ekki þorað að eignast einmitt AirPods út af þessu. Út af álfunum? Út af því að ég myndi örugglega týna þeim, hvort að það eru álfarnir eða ekki. Ég ætlaði bara að taka undir með okkur hinum, 35% viðurkenna að þeir trúi álfa. En hver ætlar að fara gegn einhverju álfasögu og færa steinin úr garðinu sinu? Nei, við skulum bara vera örugg. Ég held að það sé skynsamlegt að umgangast þessar vættir eins og menn hafa gert þetta í gegnum allan tíman. Einmitt. Það er bara farnast okkur nokkuð vel, Algjörlega. Ætlar enginn að taka sénsa hérna í kvöld. Það er ekki einu sinni eitthvað sem ætlar að segja ég trú ekki á álfa. Það er bara enginn til í að Það er nóg að sénsum eftir. Þú getur byrjað. Það er ekki beinni útsendingu, ég meina þeir getur verið að horfa, við þurfum ekki að gera eitthvað svoleiðis. En við gætum talað álfa í allan dag. Mér finnst þetta mjög áhugavert, en við ætlum aðeins að vaða inn í pólitíkina og við erum ekki alveg örugg þar. Ég held að öryggistíminn sé búinn. En til þess að rifja upp árið, þá tók Sunna Sæmundsdóttir varafréttastjóri saman svona stuttan annál yfir pólitíkina í ár. Skulum fá að sjá hann. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Það er óhætt að segja að viðburðaríkur þingvetur sé að baki og ólga er kannski orð sem nær ágætlega utanum hann. Ólga vegna útlendingamála, verðbólgu, kjaramála, laxeldis, hvalveiða, stríðsreksturs á Gaza, bankasölu og í sjálfu stjórnarsamstarfinu. Við skulum líta yfir árið sem er að líða.
Seðlabankinn mun ekki hika við að hækka meginvexti sína í tveggjastafa tölu ef áþarf að halda til að ná verðbólgu niður að sögn seðlabankastjóra. Það ómikið talað hér og malað hér og hlutirnir eru látnir drabbast hér ómikið niður án þess að sé gripið til aðgerða. Þú veist, ég alltaf í mínustegi búin að borga reikningana mína. Við sætum gagnrýni hvorum megin sem það að segja annars vegar þegar við erum að beita aðhaldsaðgerðum og svo hins vegar fyrir að beita þeim ekki nógu sterkt. Þingmenn hafa rætt frumvarp dómsmálaráðherra breytingar á útlendingalögum í 74 klukkustundir. Það verið að skerða þjónustu hjá stórum hópi fólks. En varðandi þau orð háttvirtra þingmanna að hér muni fólk enda á götunni ef að þjónusta tekin af eftir brottvísun, þá það auðvitað ekki rétt. Bara örstugt óttast ekki að þetta leiði til þess að margir hælisleitendur verði hreinlega allslausir á götunni? Nei, alls ekki. Mikil geðshræring greip sig þegar 5 hælisleitendum var vísað úr úrræði ríkislögreglustjóra í Bæjarhrauni í dag og götuna. We said, why? Where do you want us to go? We don't have anybody. He said, don't care. Don't care, we can go. Ómar tvítugur og var vísað úr úrræðinu fyrir viku síðan og hann hefur hér fundið sér heimili í Gjótu fyrir utan Hafnarfjörð og Garðabæ. Þetta var einhliða gert og ekki með okkar aðkomu. 30 hafa skráð sig úr VG á síðustu 2 dögum eða frá samþykkt útlendingafrumvarpsins. Stundum bara komið nóg eins og hjá mér. Ég hef nú verið félagi þessari hreyfingu 21 ár og ef ég þekki okkur rétt þá látum við þennan mótvind ekkert buga okkur. Ég er nú ekki búin að tala, kæri vinur, þannig að við skulum alveg... Nei, þá skaltu bara fara fram. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana hefur ekki mælst minna og stendur nú í 35%. Vinstri græn eru með 6%. Flokkur forsætisráðherrann kominn niður undir þröskuld, það bara kominn í tilvistakreppu, ef svo má segja, að haldast inn á þingi. Samstaða náðist vissulega afgreiðslu áður en reglunar komu til framkvæmda. En það sami ekki hægt að segja mörg önnur stór mál. Breytingar á lögreglulögum, áfengislögum, aðgerði gegn hatursorðræðu og fleiri mál voru sett á ís þegar þingi var slitið í vor, heldur fyrr en vanalega. Þessi ríkisstjórn svo sundruð að það ekki bara þannig að hún sé ekki hluti af lausninni fyrir fólki í landinu. Hún hluti og orðin stór hluti af þeim vandamálum sem við stöndum frammi fyrir því hún liggur eins og pólitískt meðvitundalaus og kallar það stöðugleika. Og meðan stuðningur við ríkisstjórnina dalaði og stjórnarandstaðan sakaði ráðherra að geta ekki komið sér saman nokkurn skapaðan hlut, reis Samfylkingin úr öskunni. En hækkar fylgi Samfylkingar sem mælist nú 27%. Stuðningur við Samfylkinguna mælist nú nærri samanlögðu fylgi stjórnarflokkana þriggja. Við ætlum að vera ráðandi afl í næstu ríkisstjórn. En þegar ákvarðanir voru teknar, voru þær heldur betur teknar. Í dögum sefur speið hafsins, fjölur býr til sá. Skrudullinn býður komu kválsins. Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra tilkynntu það nú rétt fyrir fréttir. Hún hafi tekið ákvörðun að stöðva tímabundið veiðar á langreyðum fram til 31. ágúst næstkomandi. Þetta svo mikil della og þvæla. Framvinda þessa máls, skiptir hún máli varðandi framtíð stjórnarsamstarfs? Já, ég skal bara ekkert segja til það á þessum tímapunkti. Mér finnst þetta ekki vera gott innlegg inn í stjórnarsamstarfið á þessum tímapunkti. Hana get ég sagt eitt. Sérst ríkisstjórnina, ekki Svandísi. Þessi ríkisstjórn, hún skárri með Sjálfstæðisflokknum í honum en án hans. Og veiðar fengu að hefjast á ný með strangari skilyrðum. Og ég veit það að maður ekki ráðherra til þess að fá útrás fyrir sína viltustu drauma. Nauðsynlegt að skjóta þá. Félagið Hafsilfur sem alfarið í eigu föður fjármálaráðherra keypti hlut í Íslandsbanka í seinni útboði ríkisins á tæpar 55 milljónir króna. Bjarni reyndist því vanhæfur til þess að samþykkja söluna á bankanum og axlaði ábyrgð. Ég hef ákveðið að láta af störfum sem fjármála- og efnahagsráðherra. En? Mín niðurstaða sú að það komi í sjálfu sér ekki annað til greina fyrir formann Sjálfstæðisflokksins sem endi jú til þessa samstarfs, þessa stjórnarsáttmála,
en að fylgja ríkisstjórnarsamstarfinu áfram eftir. Nýir fjármála- og utanríkisráðherrar tóku formlega við störfum í dag þegar þau Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir og Bjarni Benediktsson skiptust á lyklum í ráðuneytunum tveimur. Fulltrúar Íslands í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sátu hjá í atkvæðagreiðslu vopnahlé á Gaza í gær. Það ljóst að við hefðum örugglega getað talað saman fyrir þessa atkvæðagreiðslu og ég held að þar megi kennum báðum ráðuneytum. Þá hefði ég vilja leita leiða til þess að geta stutt þessa tillögu. Free, free Palestine! Did you say attack on the refugee camp? You can use any word you like, sir. If you're asking me to give a response on an attack on a refugee camp, then you're saying there was an attack on a refugee camp. Já, það áhugavert ára baki og það verður spennandi að sjá hvað fólki í þessu húsi hér brallar á næsta ári. Við fylgjumst að sjálfsögðu með. Já, heldur betur rosalegt ár að baki, búin að fara yfir þetta á þessum nótum og meðan þetta var í gangi þá mætti forsætisráðherra. Hver er trúið? Katrín, velkomin, gott að fá þig. Já, bara geggjað að vera komin. Er það ekki? Jú. Þú ætlar að vera með okkur eitthvað áfram, ekki? Hvað er það að fara að tala um? Ég er að spá í kannski, að tjekka bara á því fyrst. Við erum alltaf að búa með álfa, við tölum ekki um álfa. Já, mér finnst það nú leiðilegt. Mér skildist að mínir flokksmenn væru trúaðir og álfa. Já, þeir topp ekki flokk fólksins. Þau vilja bara tala um álfatúr. Ég held það. En við erum Trump næst kannski, eða? Á næsta ári. Bjarni, í þessari stuttmynd sem við sáum árið sem var að líða. Já. Þú varst í svolítið aðhlutverki. Það er eitthvað val. Það klippaði þannig saman. Já, það er rétt, við klipptum þetta saman. En svona nýjasta umræðan, hún snýr að sendiherraskipan sem fór í loftið. Slepptu því alveg? Já, það var að því við bara náðum ekki. Þá var þingið komið í frí og það var ekki gefist neitt færi til að ræða þetta. Þannig að finnst þér skrítið að umræðan sé svona þegar að þú ert nýkomin inn á stól og það er vissulega flokk kona en líka aðstofmaður þinn og hvað ég að segja, Svanhildur Hólm sem hefur staðið sig mjög vel en þinn aðstofmaður og góð vinkona sem að ratar í þetta eftirsóttasta sendiherra gigg í utanríkisþjónustunni. Það liggur fyrir að þegar Alþingi síðast breytti lögunum þá er beinleins ráð fyrir því gert að 20% af því þeirri tölu sem við erum með sem skipaða sendiherra geti verið skipaðir án auglýsingar með beinni skipan. En þá verður það líka að vera tímabundið og það var það sem Alþingi ákvað. Og ég átta mig ekki alveg á spurningunum, ertu að spyrja mig að því hvað sé... Hvort þú sért hissa á þessari gagnrýni? Þessari umræðu? Nei, ég meina, ég heyr alveg hvað fólk er að segja, fólki finnst hún að hafa verið nákomin mér. Kannski bara nákvæmlega eins og Kristín Árnadóttir sem var að láta af embætti núna þessu ári sem sendiherra, var nákomin Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, formanni Samfylkingarinnar og hafði starfað með henni í 7 ár sem aðstofamaður og verið skipuð af henni í embætti í borginni. Ég meina, ég lít bara þannig á að aðal hlutverk mitt sé að finna hæft fólk sem að stenst kröfurnar sem Alþingi gerði og sjá til þess að í sendiherra embættum, í þessu tilviki fyrsta konan sem að kemur inn í tímabundna skipun, þá sé fólk sem að muni standa sig vel. Og ég heyri engan halda öðru framheldur en að það verði þannig með þetta sendiherraefni. Og það finnst mér bara að vera algjört aðalatriði máls. Síðan er eflaust þannig að það hefur ekki komist vel til skila að því ég heyri á það gagnrýni að það sé yfir höfuð verið að skipa sendiherra vegna þess að þeir hafa verið margir. Þeim hefur fækkað gríðarlega mikið á skömmum tíma. Þeir voru hér 2017 41 og verða 24 mitt næsta ár. Þannig að það er að eiga sér stað mjög mikil fækkun og þeir eiga ekki að vera fleiri sem eru með skipun en sem nemur fjölda sendiskrifstofa. Þær eru 26. Og þetta er bara nýlegur þingvilji, þannig að við erum ennþá innan þeirra marka þó að hér komi nýr tímabundi skipaður sendiherra sem að ég hef sagt áður, ég er bara gríðarlega ánægður með að hún skildi hafa fallist á að koma. Og varðandi samband mitt við Svanhildi þá hefur það bara verið 100% á faglegum nótum alla tíð og hún hefur í síðastliðin 3 ár verið sem framkvæmdastjóri viðskiptaráðs og það er ekki þannig að hún sé einn af mínum nánustu vinum. Það er bara einfaldlega ekki þannig. Hún er góður vinur, er það ekki? Jú, hún er auðvitað langtíma samstarfsaðili og auðvitað myndast ákveðin vinátta við það, en þetta er
Það ekki þannig að Svanhildur hafi komið til starfa hjá Sjálfstæðisflokknum á sínum tíma eða í starf með mér á grundvelli vináttu. Þetta hefur alltaf verið fagleg samskipti. En komið margir til greina? Varstu með langan lista eða var þetta láta nokkuð ljóst fyrir að Svanhildur færi? Já, sko, það sem ég var aðalega að hugsa var það að í hópi sendiherra þá sé skynsamlegt eins og ávallt hefur verið. Nú til dæmis varaformaður Samfylkingarinnar fyrrverandi sendiherra einmitt í Bandaríkjunum. Að það sé skynsamlegt og það hafi verið rétt hjá Alþingi og það var enda mikill samhljómur það á sín tíma að hafa góða blöndu af diplómötum, sendiherrum sem eru embættismenn fyrir sko áratugi og sumir fyrir lífstíð eftir að þeir eru skipaðir sem slíkir í fyrsta lagi og síðan fólk sem kemur annars staðar frá og það er frábær reynsla af því í utanríkisþjónustunni og hægt að nefna mörg dæmi það að þegar að fólk hefur komið annars staðar frá til dæmis úr pólitíkinni að þá sé það fólk að standa sig mjög vel og finni sig mjög vel í þessu hlutverki og það held ég eigi við þá sendiherra sem eru skipaði núna. Það eru reyndar tæplega 30 að hreyfast til á milli skrifstofa næsta ári og í heild eru breytingarnar að snerta yfir 40 manns en fókusinn allur á þessu eina máli. En bara örstutt komið fleiri nöfn til greina? Af því það var spurning. Auðvitað koma fleiri nöfn til greina. Ég meina, annars var ég að segja að hefði bara eitt nafn komið til greina. Ég meina, ég hef búin að vera að hugleiða þetta mál í raun og veru frá því að ég kom í embættið vegna þess að eitt af fyrsta sem ég fékk var tillaga frá skrifstofunni það að hvernig við myndum skipa á alla pósta á næsta ári. Og það sem ég var að hugsa frá upphafi var einfallega það að það væri gott fyrir utanríkisþjónustuna að fá í bland við þá sem eru fyrir nýtt fólk og ég held að mér hafi tekist mjög vel til þar. Stend 100% með þessari skipun. Gísli, stattu við þessu útskýringu? Já, ég meina ráðherrann náttúrulega sá á endanum sem að skipa. En ég hef allan að minni reynslu áður en ég kom á þing verið að vinna með mörgum sendiherrum í tengslu við hamfarir og annað víða heim og þar hef ég alltaf séð blæbrigða mun á því hvort ég að vinna með einhverjum sem hefur alist upp í utanríkisþjónustunni versus þeir sem eru meira pólitískt skipaðir. Og alltaf verið svona, betra að vinna með þeim sem voru skipaðir í gegnum utanríkisþjónustuna sjálfa í stað þess að koma úr pólitíkinni. Og þannig einhvern veginn var alltaf auðveldar að vinna með þeim að því að þeir voru meira að hugsa tengingarnar og meira að hugsa að vinna vinnuna, diplomatísku vinnuna, meira en bara þessa pólitísku vinnu. En ég þekki ekkert Svanhildi, þannig ég veit ekkert hvernig hún en vonandi stendur hún sér vel í Bandaríkjunum því það er mikilvægt sendiráð fyrir okkur og mjög mikilvægt að við einmitt séum að takast þar á við hluti eins og að auka möguleika okkar á viðskiptum og mörgu fleiru. En það eru mörg að taka þarna af þessum annál, margt sem kom upp? Heldur betur. Sigurður Ingi, Framsókn kom svolítið lítið við sögu þarna. Bara eiginlega ekki neitt? Nei, við vorum bara að vinna. Þið voru að vinna? Er bara lítið að frétta? Eða? Nei, við vorum bara að vinna inn í ráðuneytunum og ykkur fannst það ekkert merkilegt, ykkur fannst eitthvað annað merkilegt, þannig að það er bara svoleiðis, við vorum bara að vinna. Já. Við ekki. En þá sem sagt Katrín og Bjarni sem voru nokkuð ábyrgð ekki að vinna. Vinna hverju? Já. Og að góðum málunum. Ég sá að einhverju voru fjallum að ríkisstjórnin hefði ekki farið með neinn mál fram. Þegar ég var nú á ríkisráðsfundi í morgun, ég var nú búinn að gleyma þessu, þá lagði ég fram 9 frumvörp á þessu haustþingi. 4 þingsályktunartillögur, kláruðum 7 frumvörp og eina þingsályktun. Þannig að ég vil bara segja alveg svo að Hvað mikið af því var neyðarúrræði vegna Grindavíkur til dæmis? 1 verkefni sem kom upp og annað gegnum þingið. 2 af þessu verkefnum, allt hitt var undirbúið með lengri fyrirvara. Þannig að já, við erum bara, þessi ríkisstjórn að starfa á fullum krafti allan tíman. Þetta er handónýtt ríkisstjórn og veist það sjálfur. Þið byggið eitthvað upp og eitthvað og svo segið það sé ekkert að gerast hjá okkur. Og svo kem ég bara og segi, svona er þetta og þá segir Inga, já, hvað var það mikið á Grindavík? Að sjálfsögðu brugðust við Grindavík. Það er allt í kreppu hérna í kringum ykkur. Þú ert búin að vera svo orðljót, Inga, þú ert búin að vera svo orðljót síðustu mánuðina. Ég er bara að tala mjög fallega. Nei, þú ert búin að vera frekar svona nota stór og sterk orð sem það er bara því stór og sterk kona núna. Þetta er erfitt að standa undir, þannig að
Ef ég að fá að svara hérna spurningunni hvað varð Framsókn, þá svarið það við erum að vinna að fjölda mörgum af þeim málum sem að ríkisstjórnin gerði samkomulag fyrir 2 árum að hún ætlaði að gera á 4 árum og við erum bara að vinna þau vinnu. En Katrín, það þá bara þannig að Sigurður Ingi, hann að vinna sína vinnu en það svolítið vesen og ykkur tveir? Nei, sko ég sagði það ekki. Ég sagði bara þið hefðu ekki áhuga á því að við værum að vinna að samkomulagi stjórnarsáttmálans. Þið hefðu meira áhuga á einhver öðru. Það náttúrulega ekki þannig að það séu ekki allir að vinna hérna sem sitja við borðið, sko. Við skulum hafa það alveg á hreinu hvort það eru þingmenn eða ráðherrar eða hvað það er. Það hins vegar auðvitað að koma upp mál þar sem tekist á og mér finnst það eiginlega alltaf jafn merkilegt þegar það þykir stórskrítið að til að mynda bara í 3 flokka ríkisstjórn þá séu flokkarnir ekki á eitt sáttir öll mál. Það var heldur ekki þannig 2009-13 þegar ég og mín flokkur var með Samfylkingunni í ríkisstjórn, þá gekk líka á með ýmsu og fólk var ekki á eitt sátt. Ég meina þetta ólíkir flokkar. Það ástæðan fyrir því að þeir bjóða fram sérstaklega. Einmitt. Og það kallar auðvitað á það að það sé reynt að finna lausnir en ég held að það sé óraunhæf krafa að ætlast til þess að allt sé leyst svona í þögn og bak við luktar dyr og kannski á það ekkert að vera þannig. En nú kom Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins fram í gær með bara vill fara að sjá nýjan meirihluta og það ekkert að gerast hjá þessari ríkisstjórn. Já, ég nú mjög ánægð með að þú tekur þetta upp því það sem Jón Gunnarsson var að ræða varðar orkumál og hann talaði þarna nýja meirihluta sem ég nú spennt að heyra hvað Þorgerður og Kristrún, mínar kæru vinkonur, hafa að segja því ég held að þið hafi verið komnar í þennan nýja meirihluta. Því ég held, mér finnst þessi umræða orkumál, hún á einhverjum skrýtnum forsendum. Við erum hér með ákveðin kerfi sem við höfum verið að byggja upp sem snúast það að við tökum góðar ákvarðanir, byggðar á gögnum, þegar við erum að meta virkjanakosti, þegar við erum að meta orkuþörf. Nú liggur fyrir og svo staðir upp í heiminum að allar þjóðir þurfa að leggja sitt af mörkum til að ná orkuskiptum og til að fara úr jarðefnaeldsneyti. Við Íslendingar ætlum að gera það, við höfum ákveðið að gera það, að fara úr jarðefnaeldsneyti í áföngum og þá hef ég sagt að vissulega þarf að virkja meira til að ná fullum orkuskiptum en við ætlum ekki að fórna faglegum sjónarmiðum við ákvarðanatöku eins og mér finnst vera einhver svona undarleg umræða Ég meina við erum með ákveðin sjónarmið í náttúruverndarlögum, mat- og umhverfisáhrifum, rammaáætlun, skipulagslögum. Þetta eru sjónarmið sem skipta máli þannig að stjórnmálin geti tekið sem bestar ákvarðanir það hvar við ætlum að virkja, hvar við ætlum ekki að virkja, hvernig við ætlum að nýta orkuna. Ég segi fyrir mína part að við eigum að nýta orkuna sem við framleiðum í innlend orkuskipti. Það á að vera forgangsmál númer 1, 2 og 3. Við eigum að forgangsraða þannig að raforka til almennings tryggð og það nú frumvarp númer 2 inn í þinginu það og væri mikilvægt að klára einhverja slíka löggjöf, myndi ég telja. Og þetta þín skoðun sem að Jón Gunnarsson greinilega mjög ósammála. Já, ég velti því fyrir mér þegar hann lýsir yfir auknum meirihluta, þá væri bara áhugavert að fá upp þessa umræðu orkumál. Því ég verð að segja að ég hef ekki heyrt þau sjónarmið til að mynda frá Samfylkingu eða Viðreisn sem studdur hennar ekki afgreiðslu rammaáætlunar síðustu, meðal annars vegna þess að í máli þingmanns Samfylkingarinnar kom fram að þau hefðu viljað ganga lengra í því að tryggja ákveðið faglegt mat á Búrfellslundi svo dæmi sé tekið. Þannig að ég velti því fyrir mér þurfum við ekki bara miklu dýpri umræðu orkumál. Því mér finnst þessi umræða einkennast á upprópunum. Já, og ég held að það sé komin tími til. Jón bara að benda á augljósa staðreynd hérna. Það liggur fyrir þinginu frumvarp vegna þess að það ekki til næg orka til að mæta þeirri þörf sem innanlands. Við erum hérna með önnur ríki eins og Noreg sem eru mikið að nýta orkuna, þeir ná að mæta allir þörf heima fyrir og selja mikið orku út úr landinu með stórkostlegum ábata fyrir norska hagkerfið. Við erum ekki að gera það og við höfum nóg af orkukostum en okkur hefur gengið mjög illa að koma saman meirihluta á þinginu í gegnum tíðina rammaáætlun sem betur fer tókst það þó á þessu kjörtímabili og það var gríðarlega mikilvægur áfangi, ekki bara mikilvægur, heldur löngu tímabær þar sem ekki hafði tekið samkomulag rammaáætlun í 10 ár. Það sem við erum að ræða núna er það að það tekur allt of langan tíma samkvæmt því regluverki sem í gildi frá því að einhver kostur kemst í nýtingarflokk, þar til að hægt að nýta hann. Nýjasta dæmið það hvers konar vandræðum við getum komið okkur í íslensku stjórnsýslu í þessum málaflokki Hvammsvirkjun. Það kemur í bakið á okkur hérna í miðju ferli þegar Landsvirkjun loksins eftir margra ára undirbúning og löngu eftir að kosturinn komin í nýtingarflokk að fara að undirbúa framkvæmdir að það þarf að spóla tilbaka og þar tapa 6 til 9 mánuðir. Og hvað næsta sem gerist?
við erum komin neyðarfrumvarp inn í þingið. En ertu að sammála gagnrýni Jóns? Ég er sammála því sem að Jón er að segja. Það verður að takast meirihluti fyrir því að ryðja úr vegi hindrunum fyrir nýtingu grænna orkukosta. Þetta er rétt sem að Katrín segir, við ætlum að fara í orkuskiptin, en sko, áður en við förum í orkuskiptin, þá þurfum við bara að mæta þörfinni sem við stöndum frammi fyrir í dag. Og við ætlum ekki að fara að segja fólki og loka atvinnustarfsemi til þess að gera þetta. Við þurfum ekki að gera það. Við erum með nóg af orkukostum til þess að halda áfram að byggja upp landið, skapa ný störf, ný verðmæti, útflutningsverðmæti, styrkja hagkerfið, skapa grundvöll fyrir betri laun og fara í orkuskipti. Hætta að kaupa olíu á Norðmönnum og framleiða orkuna hérna heima. Mér heyrist þetta vera eitt enn málið sem að svona ríkisstjórnin er ekki sammála Það er ekki valkostur þegar komin orkuskortur í landið, annar heldur en sá að leysa málið. Jú, við erum alveg sammála. Við erum samkomulag til 4 ára, við erum komin halva leið inn í það. Við erum með mjög stóran meirihluta, 37. Á síðasta kjörtímabili þá vorum við líka með stjórnarþingmenn sem að völdu að vera einhvern veginn meira og minna í stjórnarandstöðu. Gengur reyndar úr skaftinu að lokum. En hérna... Þetta er Jón Gunnarsson í stjórnarandstöðu. Já, við stjórnarsáttmálann. En sko, hvað höfum við verið að gera? Við afgreiddum einmitt rammaáætlun. Við samþykktum lög sem gera það verkum að það er búið að einfalda það að stækka virkjanir. Við erum búin að samþykkja lög sem einfalda styrkingu á flutningskerfi. Þannig að það sem ég er bara að kalla eftir hérna er að fólk segi þá hvað það vill gera. Því sko, ef þessi umræða og snúast það að slá af því að vanda til verka, þá er ég ekki til í það. En er ekki eðlilegt að þetta samtali eigi sér stað þá á milli ykkar? Jú, þetta samtali hefur átt sér stað á milli okkar. Mér finnst mjög sérstakt að það er að draga hérna inn til dæmis stjórnarandstöðuna eins og við höfum eitthvað með það að gera hvað er að gerast í þessari ríkisstjórn. Svona kannast eitthvað fortíð, sko. Já, okkar fortíð, minna Samfylkingin kom á rammaáætlun á sínum tíma og Samfylkingin hefur alltaf stutt rammaáætlun og það er ekki á tímabili Samfylkingarinn í ríkisstjórn sem rammaáætlun var ekki samþykkt. Það er ekki á tímabili hérna í okkar ríkisstjórn þar sem að þetta virkjanaferli var orðið jafn flókið og framkvæmdaferli og raun ber vitni. En rammaáætlun er bara rangt, sko. Mjög merkilegt að það vitna þessu samtali hérna vegna þess að þetta er samtal sem gæti átt sér stað ykkar á milli í staðan fyrir að vera að draga Samfylkingun inn í þetta, Viðreisn inn í þetta. Þetta er auðvitað það sem að þjóðin sér út af við og velti fyrir sér okkur að vera að stilla svo þannig upp. Af því að þarna eru þið með einstakling í ykkar ríkisstjórn sem er að stilla forsætisráðherra upp við vegg. Nei, hann er ekki að því. Það er 37 þingmenn í öðruvísi en að forma Sjálfstæðisflokksins sé ekki að verja sinn eigin forsætisráðherra í þessari stjórn. Það þarf að rjúfa kyrrstöðuna. Og ég veit ekki hvort að þú treystir til að hafa skoðun á því. Þú verður að hafa treyst til að hafa skoðun á því. Já, ef það myndi kannski leyfa mér að komast að, þá myndi ég kannski treysta mig til að hafa skoðun á því, Bjarni minn. Sko, Samfylkingin styður, rétt eins og forsætisráðherra var hér að segja, auknum orkuöflun í tengslu við rammaáætlun. Vandamáli hefur verið að þessar framkvæmdir hafi ekki komist í gegn. Mér þótti mjög miður að sjá fyrir. Þetta er ekkert svar. Hvað meinar þetta er ekkert svar? Vandamál er að... Af því að pólitíkin á að snúast að rífa upp rammaáætlun á þínu mati. Finnst þér það meira pólitík? Þetta snýst ekki um rammaáætlun á þessu stigi. Það er það sem áttar ekki á. Þetta snýst Það snýst að leiðin frá rammaáætlun að framkvæmdum er orðin allt of flókin og löng. Og hver hefur vald til að breyta því, Bjarni? Það þarf meirihluta á þinginu til þess að breyta því. Já, og fyrir ekki, stendur þú ekki fyrir þessum meirihluta? Jú, en við erum... Ertu að segja að þín stjórn standi ekki traustum höndum? Við erum að vekja athygli á því að það eru hindranir í vegi fyrir því að hér sé nýtt orka og við sættum okkur ekki við það. En það er ykkar eigin hindranir. Og þú getur verið alveg sátt við það eins og þú vilt, en það er óásættanlegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég er auðvitað ekki sátt við það, þess að mér er einmitt ósátt við að Sjálfstæðisflokkurinn er alltaf að leggja ykkur orð í munn Samfylkingarinn hvers konar flokkur við erum. Við höfum alltaf sagt styðja rammaáætlun, við höfum alltaf sagt styðja það að framkvæmdir sem fara í nýtingaflokk, það er klárist og við vorum ekki sátt við að Hvammsvirkjun fór sem fór. Ég hafi verið íhaldssamur flokkur í tengslu við rammaáætlun frá upphafi því að það lögðust gegn nýtingarkostum ítrekað í þinginu og hafið flutt margar ræður þar sem að þið hafið verið með íhaldssama stefnu sem að hafa frekar dregið úr því að kostir komist í nýtingu og það er bara staðreynd og liggur marg skjalfest fyrir í Ég veit þið vilji bara tala álfa og taka kannski tröll líka. Já, Þorgerður Gunnarsson, ég bara verð að segja, ég er svolítið sammála honum Jóni varðandi þetta og hann er að benda á það sem að við höfum verið að segja, það er algjör stöðnun í þessum mál, reyndar mörgum öðrum. En það eru fleiri mál nefnilega. Ef það þarf
okkur til þess að stoppa þetta unglingapartí sem hérna í gangi og koma einhverju viti á stað. Við erum hrós. Já, nema hvað? Að þá held ég að við verðum að einfallega segja, sko, við þurfum að gera allt til þess að halda áfram því að fara í þá orkuöflun sem þarf til þess að fara, til dæmis að fara í orkuskiptin, til dæmis í það að setja laxeldi aukið upp á land. Allt kostar þetta miklu orku, við þurfum á hana að halda og það er augljóst að ríkisstjórnin getur það ekki og Viðreisn mun gera allt til þess að tryggja allavega grunn orkuþörf landsmanna, venjulegra heimila til þess að þau verði örugg á 9 ára. En þetta er eitt mál af nokkrum sem að svona, og flokksmaður þinn sagði, sem að talaði svona meðvitundalausa, já. Það er ekki ástæðulausu að þessi ríkisstjórn vill helst tala tröll og álfa. Jú, ég býð á flugvöllinu þegar hann kemur heim, hann er vildi. En ég hef ekki eins miklar áhyggjur og Kristrún af ósamstæðri ríkisstjórn. Ég tel það bara tíma til komin. Og nú gerðist það að Jón Gunnarsson, sem að mun vera staddur í Hong Kong, samkvæmt fréttum, talaði við Viljan og bara lýsti því að það þurfti að mynda nýjan meirihluta á Alþingi. Jón Kong, eins og hann er stundum kallaður, King Kong sjálfstæðisflokksins. Ég er ekki að líkja honum við apa, heldur að benda á það. Þeir eru það samið að hafa verið gemdir í búri og svona til sýnis. Til að sjálfstæðisflokkurinn geti sýnt sjá þið, við eigum einnig alvöru. En nú er hann sloppinn út. Og komin allir til Hong Kong og ég vona að vinstri grænum flugvélarnar skjóta hann ekki niður þegar hann byrjar að reyna að vekja athygli á því sem að er löngu tímabært að vekja athygli á, að það er neyðarástand í landinu. Og ég er alveg sammála því sem að utanríkisráðherra sagði áðan mat hans á þessu. Þannig að mér finnst bara gott að einhverjir þori að segja þetta og Jón Gunnarsson ríður svolítið á vaði. Óli Björn Kárason tilkynnt í dag að hann myndi segja nánar frá því strax á nýja árinu hvers vegna hann hefði hætt sem þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Það er svolítið stíl við þig, segir alltaf að koma seinna og segja frá stöðum. Já, en svo kemur það alltaf, sko, svo kemur það alltaf. Ég kem alltaf aftur, eins og einhver góð maður. Einhver góður maður sagði í textinu sinni. Já, hann var þetta vinstri gætt sá. Já, ég veit eins og allir sem hafa sagt eitthvað sniðugt. En ég held bara að þetta sé mjög gott að við séum í alveg svona að ræða málin. Þessi ríkisstjórn hefur helst viljað ræða málvótröð. En sko, Jón í Hong Kong tókst það sem hann ætlaði sér. Hann yfirtók kryddsildina. En við megum heldur ekki gleyma því að Sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera með orkumálin síðastliðin 10 ára. Auðvitað ber Sjálfstæðisflokkurinn mjög miklu ábyrgð á nákvæmlega þessu ástandi sem eins og það er í dag. Förum við það mál sem allir eru sammála um. Talið þér. Nei, ég vil náttúrulega líka fá að koma að umræðinu þessi orkumál. Orkunni? Ég er að nálgast hana svolítið pínlítið öðruvísi vegna þess að þessi tvískinningur sem er hér í öllum þessum orkuskiptum og þessi milljarðar sem við þetta litla land sem er að setja 20 milljarða í orkuskipti, þá langar mér fyrst þið talið svo gjarnan alla þessa sérfræðinga og allar þessar skýrslur og allt þetta sem þarf að vera upp á borðin til að sýna hvað við erum frábær og hvernig við erum að vinna verkin. Hvað er það rauninni í heildarsameiningunni sem Íslendingar geta í rauninni gert til þess að bjarga hlýnun jarðar? Með því að taka í rauninni fjármagn í milljarðavís á meðan að fólk sveltur hér heilu hungri og setja í loftslagsmál. Og eins og með samfylkinguna, ég veit ekki betur en samfylking á Pírata því að hati nú bara einkabílinn. Við sjáum það hér í borginni þar sem fólk er fast hér í umferðinni svoleiðis klukkustundum saman bara til að reyna að komast úr og í vinnu. Við erum að horfa á alveg ótrúlegan tvískinnung á meðan að Kínverjar eru að opna hér 2 kolaver á viku. Þjóðverjar eru búin að auglýsa það, gefa yfirlýsingu það að þeir ætla að fara að auka sína kolaframleiðslu á meðan við flytjum inn meira af olíu í fyrra heldur við höfum, á þessu ári réttar sagt, heldur við höfum gert í manna minnum. Hverslags tvískinnungur er þetta? Er þetta allt saman bara eins og ég segi gjarnan, fróðuflóð sem flæðir út alla koppagrundir? Þetta er allt innihaldslaust blaður. Þið eru hér, hver höndin upp á móti annar, þið eru ekki að gera nokkuð skapaðan hlut. Segið þið skattgreiðendum hvað við erum að fá fyrir það að greiða alla þessa 20 milljarða í það að mókun í skurði og planta trjám. Segið þið fólkinu okkar hvað raunverulega við erum að leggja að mörkum í þessari vá sem að hlýnun jarðar er. Þetta litla eyríki norður í Ballarhafi. Og segið þið það fátæku fólki að þeir velji frekar að mókun í skurði heldur en að gefa þeim mat á diskinn. Þetta kalla ég lokaorðum orkumál? Já, ég veit það ekki. Að því sko gallinn er Inga, að það er ekki hægt að gera bara eitthvað eitt og það er enginn sem getur skilað auðu
þegar við stöndum frammi fyrir því að árið sem nú er að klárast var heitasta ár frá því að mælingar hófust. Það er ekki þjóð sem getur bara skilað auðu í því. Og það eru auðvitað, nú ætla ég að tala. Hvað gerum við Þú varst að halda þína eldræðu, nú ætla ég bara að segja það. Að það er horft til þess sem við gerum. Við höfum gert merkilega hluti í fortíðinni, hitaveituvæðingin er eitt. Það er íslenskt hugvit á bak við hitaveituvæðingu í kínverskum borgum, af því að Kína var hér nefnt. Þar hefur verið dregið úr losun sem nemur losun Íslands, bara með því hugviti. Þannig að já, við getum gert ótrúlega mikið og það útilokar ekki að við gerum aðra hluti líka fyrir fátækt fólk og fyrir velferðina í samfélaginu. Katrín, fyrirgefðu, það er alltaf þetta. Það má ekki bera saman, það má ekki bera saman. En þú finnst að það nota sömu krónuna tvisvar. Þetta er auðvitað óbáðlega einföldun á málinu. Sömu krónuna tvisvar, það er alveg staðreynd. Við fáum tekjur, Inga mín, sko, við fáum tekjur fyrir upprunavottorð, við fáum tekjur út úr ETS-kerfinu. Við munum fá tekjur fyrir hagkerfið allt þegar við erum orðin grænni. Nú er það þegar orðið þannig að framleiðendur sem framleiða með grænni orku, þeir fá hærra verð á mörkuðum og eru fyrr kallaðir til sem byrgjar. Og þegar við höldum þessu áfram og erum til fyrirmyndar, þá munum við stórgræða á því að nýta orkuna og framleiða með grænni orku, matvæli og iðnaðarvörur og aðra framleiðsluvörur. Þannig að þetta afturhaldssjónarmið sem þú kynnir hér til sögunar er þetta galið. Og þegar þú segir að við séum að kaupa olíu frá Norðmönnum, við getum ekki hætt í nema við framleiðum okkar eigin orku. En það er alveg rétt að við ættum að gera það. Og þegar við gerum það, þá erum við að versla við okkur sjálf og búum til peninga sem eru á stærðargráðinu 100 til 150 milljarðar, Inga, sem við getum nýtt hér innanlands, sem að við erum í staðinn þess að borga á Sádi-Arabíum eða Norðmönnum. Og ég ætla að segja það líka annað, að þegar þú talar niður að einhverjir sérfræðingar séu að halda því fram að einhverjar loftslagsbreytingar geri eitthvað hér í þessu heimi, að þá framleiða þeir og búa til fátaklinga alla daga. Þessar sömu loftslagsbreytingar sem þú ert að segja að séu tilgangslausar og allt sem við gerum tilgangslaust, að þá eru þær einmitt að búa til hérna fátaklinga sem við ætlum að reyna að koma við. Við erum nú að flytja á inn í stórum stíl. Ég ætla að fá að stoppa hér, mér sýnist fyrsti hluti þessarar ágættu kryddsyldar hafa farið í Álfa og Jón Gunnarsson. Já, heldur betur, 2 Álfa myndi ykkur segja, ekki ég myndi aldrei segja. En það er hiti að færast í leikana og það elskum við hér í kryddsyldinni. En við erum rétt að byrja. Við ætlum að skipta, Inga heldur áfram að tala gera pottið áfram, við ætlum að skipta yfir til Telmu. Já, það er aldrei hiti í húsinu, Tumi, takk fyrir þetta. Við skulum róa okkur aðeins, það vilja allir tala og við förum yfir í það aftur og eftir. Skulum aðeins mýkja okkur og fá núna að heyra ljúfa tóna. Það er húsböndið okkar sem tekur við, spilar Álfareiðina, lag sem við flest þekkjum með fallega textanum eftir Jónas Hallgrímsson. Og hver önnur en Una Torfa syngur. Gjörið svo vel. Stóð ég út í tunglsljósi, stóð ég út við skó. Stórir komu skarar af álfum var þar nóg. Blésu þeir í sönglúður og bar þá að mér skjól. Bjöllurnar gullu á heiðskírri nótt. Bjöllurnar gullu á heiðskírri nótt.
að mér leið. Hló að mér og hleypti hestinum á skeið. Var það út af ástinni ungu sem ég ber, eða var það feiðin sem kallar að mér, eða var það feiðin sem kallar að Norðurál óskar landsmönnum öllum farsældar á nýju ári. Við þökkum fyrir það liðna og hlökkum til að halda áfram að gera heiminn léttari. Norðurál. I'm working on this new case about 8 missing scientists. I've seen that before, years ago. This isn't gonna be good. The answers are out there in the ice. The Night Country, it takes us one by one. Þegar Páll fekk endurgreiðsluna úr stofni árið 2018 keypti hann sér þetta reiðhjól, en notaði það aldrei. Sjóvá, tryggjum líka það sem þú notar aldrei. Með samstöðu hafa unnist margir sigrar, en við þurfum að halda vöku okkar, verja réttindi og sækja fram fyrir mannsæmandi kjörum, jöfnuði og lífsgæðum. Gleðilega hátíð, Alþýðusamband Íslands. Það sama úr hvað áttu kemur. Það finna allir fyrir þessa verðbólgu og háa vaxtastigi. Og það er hundleiðilegt að fylgjast með umræðarsynum, eins og maður þurfa að vera einhver Nóbels hagfræðingur til að átta sig á samhenginu. En stærsta kjarabótin fyrir mig kemur með minni verðbólgu og lægri vöxtum auðvitað. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka aukna hagsæld. Horfa upp eftir höndum, halda stöðunni, öndum inn í stríðsmann 2, horfum eftir vinstri hendi, snúum okkur við og horfum eftir hægri. Lyftum höndunum upp, komið vinstri fyrir aftan bak og hægri hendi krækjum undir og horfum upp eftir vinstri öxl. Brjálað að gera. Vinnum saman að jafnvægi. Could be Santa Claus. Við getum gert hvað sem við viljum, líf okkar við. Við getum árangri náð. Öll munum þó finna, viljum við vinna. Að vegferðin tilbúin stráð, já. Við getum gert hvað sem við viljum,
líf okkar við tökum ákvörðun sjálf. En væri ekki gaman ef við stæðum saman, vinalausi manneskjan aðeins hálf. Ósvikin og ekta ljós lagerbjór í fullkomnu jafnvægi. Gull, áfengislaus, okkar bjór. Veldu HP fartölvu með tilliti til umhverfisins. HP, einhverjar umhverfisvænustu tölvur í heimi. OK.is. VAFM félag vélstjóra og málmtæknimanna óskar landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Nicorette kvikmist fæst nú með berjabragði. Virkar eftir 30 sekúndur. Nicorette, gerðu eitthvað magnað. Landsbankinn þakkar fyrir samfylgdina á árinu. Við hlökkum til að vinna áfram að framtíðinni, þinni og okkar allra. Við erum betri saman. Landsbankinn. Norðurál óskar landsmönnum öllum farsældar á nýju ári. Við þökkum fyrir það liðna og hlökkum til að halda áfram að gera heiminn léttari. Norðurál. Jæja, verið velkomin aftur í Kryddsíld. Það er að færast fjör í hópinn eins og þið heyrið. Nú, ég vona að þið hafi náð að fylla á glösin og fylla á snakkskálarnar því þetta er rétt að byrja. Heldur betur. Það hefur skapast hefð fyrir því í Kryddsíld að skoða hvernig þjóðinni þykir formenn flokkana, sem hér sitja, hafa staðið sig á yfirstandandi kjörtímabili. Maskína svarar kalli okkar og þjóðin hefur kveðið upp dóm sinn. Engar áhyggjur, þetta er ekki ædolið, það verður enginn sendur heim. Please, sitja áfram, alveg sama hverja töluna vera. En við ætlum að fá þetta undirspil og byrjum hér. Kristrún, þú trónir annað ári í röð á toppi listans og vinsældirnar aukast. 48% landsmanna telja þig hafa staðið þig vel, en tæplega 19% segja illa. Enginn formaður sleppur jafnvel frá þeim áfellisdómi. Inga, þú ert næst. En rúm 32% segja þig hafa staðið vel, en tæp 29% illa. En það fækkar í þeim hópi milli ára. Sigurður Ingi, tæplega 30% eru ánægð með þín störf, en svo til jafnmargir alls ekki ánægðir. Þið fullkomna jafnvægi, þú kannast við það. Katrín, þú hrapar úr öðru sætinu í fyrra í það 4. Nú segja tæplega 28% að þú hafi staðið vel, en fjölgar í hópi þeirra sem segja að þið hafa staðið illa rúm 44%. Þorgerður Katrín, vinsældir þínar eru á pari við Katrínar, en töluvert færri telja þið hafa staðið illa eða 28,5%. En hástökkvari ársins er Sigmundur Davíð, sem verði bottsæti í fyrra. Nú finnst rúmlega 20% þú hafa staðið vel, en rúmlega 49% illa. Bjarni, vinsældir þínar þær minnka á milli ára. Tæplega 16% finnst þú hafa staðið vel, en tæplega 69% landsmanna, 69% telja þið hafa staðið illa á kjörtímabilinu. Það er mesta óánægja sem við höfum séð í þessari óformlegu vinsældakosningu maskínu. Og Gísli Rafn, nýleginn sjálfur, þú vermir bottsætið, rúmlega 12% segja þið hafi staðið vel, rúmlega 45% illa. Dálítið eins og busun af gamla skólanum. Já, þannig að fleiri telja mig hafi staðið vel heldur en kusu Pírata í síðustu kosningu. Jæja, það er eitthvað. Og Alls konar víklar. þarna hefnist mögulega Píratu fyrir að vera ekki með formann. Það er svona Nákvæmlega. skiptist á hérna ár frá ári, en við erum ekki búin. Ó nei. Það er meira hér eftir. Það var einnig spurt hver væri besti forsætisráðherrann að þínu mati. Og ríflega fjórði hver maður, eða 27,6%, vill sjá Kristrúnu sem forsætisráðherra. Í fyrra átti Katrín þetta sæti, en svo virðist sem vinsældir Kristrúnar hafi aukist síðasta árið. Katrín er aftur á móti í öðru sæti og segja 21%, hana vera besta forsætisráðherrann, en það voru 33% fyrir árið síðan. Næstur kemur Sigmundur Davíð. Tæp 11% segja hann væri besti forsætisráðherrann og hann skýst hátt upp á listan frá því fyrra. Svo er það Þorgerður Katrín sem fær ríflega 10%.
Aðeins 7% landsmanna segja Bjarna vera besta forsætisráðherrann, ríflega 6% nefna Ingu Sæland og Sigurð Inga og svo rekur Gísli lestina með 2%. Þetta eru miklar upplýsingar. Já. Sem betur fer situr hérna bráðgáfa fólk sem fljótt að bregðast við. Yfir meðalagi. Heldur betur. Við höldum það allan. Já, vonandi. Katrín, það má lesa ýmislegt í þessar tölur. Fylgi ykkar hefur hrapað undanfarin ára, en þú hefur alltaf verið vinsæl. Það var allir viljað þig, en nú komin new sheriff in town, hérna, sýnist mér samkvæmt þessari könnun. Hvernig svona blasir þetta við þér? Þið, Eiríkur Bergmann, nota orðið tilvistarkreppa en flokkinu í dag, þið eru minnsti flokkurinn á þingi. Já. Samkvæmt skoðanakönnun. Já. Þetta fólki í dag. Já, þetta fólki í dag og ber að taka það alvarlega og það er þetta áhyggjuefni fyrir mig sem formann Vinstri grænna að flokkurinn liggi við 5% getum við sagt í síðustu könnun. Það er auðvitað ekki árangur sem ég finnst ásættanlegur í skoðanakönnunum og bendi til þess að bæði auðvitað maður benda á að við erum búin að vera í ríkisstjórn núna á 7. ár, efnahagsástandið erfitt, allt hefur þetta áhrif, en augljóslega þurfum við eitthvað að líta á innan við og skoða okkar stöðu. En svo er ég nú svo mikið bjartsýnismanneskja alltaf á lokadegi ársins, þannig að ég sé bara eitthvað Sigmundur er að rísa hérna hátt í skoðanakönnun, þannig að ég verð greinilega að líta til hans sem fyrirmyndar núna hvernig maður eigi að takla þetta. Gæti byrjað með hlaðvarp. Gæti byrjað með hlaðvarp, heyrðu. Minnum það. Þú getur kannski komið í fyrsta þáttinn. Af hverju hef ég ekki verið boðin í þennan þátt? Við höfum bara ekki þórað að bjóða þér, en fyrst þú búin að bjóða þér fram, þá ert þú hér með bókuð. Heyrðu, frábært. Ég held þetta sé alltaf að fara upp á við. Fyrsta þátt eftir áramótaþáttinn. Fyrsti þátt eftir Áramótaþátturinn er svona verðlaunaafhending, en næsti þáttur er forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Mér líst vel á. En örstutt, Sigmundur, viðbrögð þín við þessu? Það eru blendnar tilfinningar. Nú? Auðvitað, það er gaman að vera með tvöfalt fylgi flokksins, en samt hef ég alltaf dállar áhyggjur af því þegar að fleirum fer að líka við mann í ljósi þess hversu mörgum hefur verið nöfnum með stundum og ég hef reynt að einbeita mér að því að pirra það fólk. Þannig að ef ég er farin að pirra færri með því að segja hlutina eins og þeir eru. Þú ert að fara að íhuga stöðu mín. Já. Þá þarf ég að velta. Kannski hlaðvarpið ekki svona góð hugmynd. En það er gaman að sjá þennan stíganda. Já, býttu bara. Já, þetta verður gaman. Það tók VAM 40 ár að ná Last Christmas á toppinn í Bretlandi. 40 ár? 40 ár. Það er náði í loksins núna, þessi jólin. Þannig að Myndir þú vera George og Andrew? Hvernig er þetta samsamaðið við? Ég er Djúran maður. Já, ok. Þeir eru þvert geða að viðurkenna þetta. Nú erum við að tala almennilega pólitík, sko. Ég er svona in the long game. In the long game, já. Kristján, talandi um að toppa, þú eiginlega var stjarnan í þessari könnun í fyrra og þú ert að hækka á vinsældarlistanum á 1 ári, ekki 40 eins og VAM. Hvernig, ertu búin að toppa eða hvað ætlið að gera? Ég veit það ekki, hvort ég sé búin að toppa. Það voru margir sem héldu það í fyrra. Ég skal samt alveg vera ærleg með það að þessi fylgisaukning hefur komið mér á óvart og það hefur ekkert með það að gera, ég hef ekki trúið því sem við erum að gera en þetta er auðvitað bara búið að gerast hratt og búið að vera mikill viðsnúningur. Þetta er búið að vera mjög stórt ár, þetta var líka mjög stórt ár fyrir mig persónulega, ég eignaðist mitt annað barn í febrúar. Og það hefur auðvitað kannski svolítið haft líka áhrif á það hvernig ég tekur þessu öllu vegna þess að það er búið að vera svo mikið af stórum verkefnum í gangi. En auðvitað þykir mér líka bara vænt um það að upplifa að fólk er að horfa til okkar. En ég er mjög meðvituð um það að þetta eru kannanir og sko þetta er ekkert komið fyrir en þetta er komið. Og ég held að sérstaklega hafandi verið með það ríkisstjórn sem við verið með núna undanfarin ár, þá skiptir alveg óbærslega miklu máli að fólk sé með réttar væntingar til manns og ég vil þá frekar leggja meira á borðið heldur en minna, setja suma hluti á hilluna og aðra ekki en þess að ég vil heldur ekki skapa falska væntingar hvað ég er eða hvað flokkurinn er núna og það er bara heilmikið vinna sem velst í því en auðvitað ef maður vill leyfa sér að vera bara ánægður og stoltur og allt það og af því að þetta snýst heldur ekki bara mig. Það er rosalega mikið af fólki sem hefur tekið þátt í þessu verkefni, bæði fólk sem hefur verið virkt í flokknum en líka bara nýlegar fólk sem voru að koma sín fyrstu fundi á Samfylkingunni og koma eitt kvöldstundu eftir með degi með okkur. Þannig að ég er auðvitað bara mjög þakklátt fyrir það. En ef þú mættir velja, hvort myndi það vera forsætisráðherra eða fjármálaráðherra? Sko, ég hef auðvitað sagt það oftar en einu sinni og stend við það að fjármálaráðherra er alveg gríðarlega mikilvægt embætti
og ég held að það sem að sé alvarlegast þegar sko forsætisráðherra og fjármálaráðherra eru ekki í takt hvað var það sín stjórnmál vegna þess að þú kemur engum stefnumálum áfram nema sért með fjárlögin með þér, það er bara þannig. En auðvitað er það þannig að við bjóðum fram okkar hugmyndir til þess að leiða ríkisstjórn og ég held að skiptir rosalega miklu máli fyrir fólk sem að horfa til samfylkingarinnar að það upplifi að við getum staðið við þau mál sem við veljum og við séum ekki að fara að vera á hliðarlínu hvað það varðar. Þannig að auðvitað sækist maður þá eftir að leiða ríkisstjórn en ég meina í lok dags þá tekur bara það hlutverk að þér sem að þjóðin krefst að þér og það er kannski bara snemmt að segja til það. Inga, þú ert komin í silfursæti þarna, annað sæti. Hvernig blasir það við þér? Já, ég er afskaplega þakklátt fyrir það og auðmjúk gagnvart því. Við í Flokki fólksins, við höfum aldrei læðst með veggjum. Við höfum alltaf komið til dyrana eins og við erum klædd. Fólki veit nákvæmlega hvað það er að fá þegar það tekur utan Flokk fólksins. Það leikur alveg á borðinu. Samanber það núna, við skulum tala núna á 16. desember síðastliðinn þegar átti í skjóli nætur að læða inn löggjöf sem átti að svipta Íslendinga erlendis, búsetta erlendis persónuafslætti á nokkurar umræðu í þinginu án þess að nokkur hefði í rauninni fengið aðdraganda að því á hverju þeir ættu von og þetta gekk meira að segja það langt að skatturinn var búinn að senda fólkinu bréf og Tryggingastofnun að þau myndu fá greitt núna áramótin án þess að fá sinn persónuafslátt. Þetta var gríðarlegt áfall og það var Flokkur fólksins sem kom auga á þetta þegar við vorum að fara yfir bandorminn og í rauninni sérstaklega hvað það er mikilvægt að við séum á verðinum og fáum þá nógan tíma til að undirbúa stærstu málin sem við erum að fara í atkvæðagreiðslu með fyrir hver jól og líka er það svona fyrir vor og páska. En þessu hefur nú verið kippt í liðinn til lánsins og með aðstoð stjórnarandstöðu það var rosalega ljúft að finna það líka þegar við erum að tala og gera lítið úr stjórnarandstöðinni að við erum stjórnarandstöða þegar við þurfum á því að halda, við höfum alltaf bakka hvert annað upp ef það eru góð mál og við vitum og finnum að við þurfum að styðja hvert annað og við hikum ekkert við það þannig að það má þakka öllu þessu góða fólki í stjórnarandstöðu sem að steig og réri þessum báti með okkur farsarlega til lands þannig að fólki okkar, þetta eru 3000 Íslendingar sem að voru að fá þetta kjaftsögn núna í jólagjöf og það er í rauninni, eins og ég segi, það er í rauninni áfall fyrir mig sem stjórnmálamann að horfast í augu við að hvernig er reynt eiginlega að koma aftan að manni og hvað maður þarf að vera mikið á verði til þess að ýta ekki á grænt þegar maður ætlaði að gera rautt eða gult þegar maður vill alls ekki gera það. Þetta er eiginlega alveg ótrúlegt en ég segi ég er bara þakklátt fyrir þetta traust, ég er þakklátt fyrir það að finna það að fólki okkar er farið að skilja og átta sig á því. Halda þess áfram, því að allir fá að koma að stað. Já, ég bara er að klára, ég var bara að segja, ég er bara þakklátt fyrir það að þið skuli sjá hver við erum. Takk fyrir. Bjarni, í gær var Eiríkur Bergmann í setti í kvöldfréttum Stöðvar 2 að tala vinsældir þínar eða óvinsældir og þarna fáum við aftur að sjá að fólk er ekki ánægt með árið. Hvernig eru þín viðbrögð? Þú ert búin að vera lengi í pólitík, hefur, eins og Eiríkur sagði, traustur og góður stjórnmálamaður og það sé svona áfall að sjá þessar tölur. Ég er ekki upptekinn af skoðanakönnunum heilt yfir og þessar tölur skoppa út á suður og ég hef séð margt í þessu. Ég man eftir Pírötum í 35% og ég man eftir Katrínu í 35% líka og núna Samfylkingunni í 28% og En er ekkert sem að þú hefði getað gert í ár betur? Já, ef ég ætti að fá að svara þér bara að þegar til stykkisins kemur þá hefur aldrei skort stuðning fyrir okkur. Þess vegna hefum við verið í ríkisstjórn og þess vegna hef ég verið að leiða með flokk. En ég held að þessi könnun sé að endurspegla það að ég hef auðvitað verið í átakamálum núna og sætt talsverðri gagnrýni. Þannig að þetta er svona punktmæling, ekki segja það. Og ég sé alveg hvað tölurnar segja og varandi tölurnar sem voru hérna í gær, sko, þar eru menn farnir í þann leik að bera sig hlutfærslega saman við aðra, hvor finnst þið verri og hvor er skárri og eitthvað svona. Ég veit ekki, þetta er í besta falli í mínum huga eitthvað svona áramótaskemmtun, en alvaran er þegar við förum í samtal við kjósendur og förum og gerum upp. Og ég er ekkert ánægður með þessar tölur ef þú ert að spyrja mútið það. Einmitt, en tekur þetta ekkert á, er bakið bara endalaust breytt, eða verður maður lítill í sér? Aldrei? Nei, ég meina, sko, það er ekkert fyrir alla að vera í stjórnmálum og ég ætla ekki að halda því fram að
allt sem sagt í umræðinu sé sanngjarnt. Ekki einu sinni finnst mér fjölmiðlar vera sanngjarnir. En ég ekki mættur hingað til þess að kvart undan því. Þetta bara hluti af því að vera í stjórnmálum. Og þegar allt kemur til alls, þá þarftu bara að spyrja þig, ertu að gera eitthvað sem að þér finnst skipta máli og finnst þér að það sé að skila sér? Við höfum ekki minnst á það hér þó við höfum verið hérna í 1,5 tíma að verðbólgan að lækka, að afkoma ríkissjóðs stefnir yfir 100 milljörðum betri heldur en að fjárlögin gerir ráð fyrir, annað ári í röð. Það er ekki verið minnst á það. Ég var þó fjármálaráðherra meðan þetta var að gerast. Þannig að það er rosalega margt jákvætt að gerast og heilt yfir lífskjörun á Íslandi framúrskarandi góði í samanburði þjóða, þó við glímum núna tímabundi við erfiðleika. Markaðirnir eru núna að taka við sér, rosaleg breyting núna í nóvember og desember og jákvæður tókn í kjaraviðræðu umræðum, þannig að framundan getur verið bara bjart og gott ár sem að mun þá skila sér til þeirra sem að hafa staðið vaktina og ekki látið lemja sig niður. En bara eitt örstutt út að Þórdís Kolbrún var í viðtali á Bylgjunni og hafa líka á Vísi þar sem hún svona sagðist vera tilbúin að bjóða sig fram sem formaður flokksins. Ertu að íhuga að láta þetta gott heita? Nei, ég er ekkert að íhuga það. Þeir fjölmiðlamenn eru ítrekka að spyrja mig þessu. Ég veit ekki hversu oft. Ég hef mætt ímyndið ykkur þetta. Ég er stattur í kosningasjónvarpi Ríkisútvarpsins fyrir síðustu kosningar. Daginn áður en átt að kjósa. Og ég fæ spurninguna, hvenær ætlar að segja þér? Og menn hlæja þessu hérna, þetta er bara staðreynd, þetta er minn veruleiki, svona er komið fram við mann, sko. Nú erum við hérna, ég er að leiða hérna ríkisstjórnarsamstarf, ég er nýkomin í embætti utanríkisráðherra og þú spyrð, hvenær ætlar að hætta? Ég er ekkert að íhuga að hætta. Ég ætla alls ekki að móðga þig. Andstæðingar mínir, þeir eru örugglega að vonast þess ég hætti, vegna þess að ég hef verið þeim erfiður, þess vegna hef ég verið lengi í þessu og við erum stærsti flokkurinn á þingi ennþá. Hvað sem öllum skoðanakönnunum líður, ég hef séð alls konar kannanir gegnum tíðina og hef lært að hunsa þér vegna þess að það er samtalið við fólkið og stefnumálin og alvara málsins sem á endanum telur. Þorgerður Katrín, Bjarni leiðir ríkisstjórnarsamstarfið og hér er allt í blóma. Hvernig, þú ert eitthvað svona, þú ert bæði hérna, þokkalega vinsæl og þokkalega óvinsæl, eitthvað svona. Hvernig horfir þetta við þér? Ég bara... Er allt í blóma hérna, eins og Bjarni segir? Verðbólgan á niðurleið, ekkert mjög hraðri niðurleið svo sem? Nei, í rauninni ekki. Við vorum að tala um að, og við hefum oft sagt að, og við þekkjum það bara, allar þessar fréttir, þetta er náttúrulega ríkisstjórn sem er svona bara stöðnun. Það eina sem er stjórnlaust, það er fylgistap þeirra. Það er nokkuð veginn það eina sem er eitthvað að hreyfast. En var þetta Viðreisn og þá erum við nokkuð sátt við það sem þegar við horfum núna tilbaka til ársins og við ætlum ekki að láta skoðanakannanir, þó við sem að koma ágætlega út úr skoðanakannanir núna, bara fínt. En við ætlum ekki að láta skoðanakannanir eða aðra flokka segja ykkur hvað við setjum á dagskrá. Og við erum að tala um það að setja hér á dagskrá þau mál sem við þurfum að taka skref og ákveðin spor þannig að við förum aðeins inn í framtíðina. Við vorum að tala hér um orkumál, við þurfum að taka ákvarðanir þar. Ef að byrja á menntamálunum, það verður risamál og verður að vera risamál til skemmri og lengri. Þú veist, ég get byrjað á gjaldmiðilsmálunum, þá bara tekið yfir allan þáttinn. En hérna, þannig er það, mínir póstar núna til mín, fólk þegar maður er að fara um landið, fólk er að koma með greiðsluseðlana af íbúðunum. Og það er að fara frá greiðsluseðli úr 200.000 krónum á mánuði yfir í 400.000. Og þetta er fólk sem er bara venjulegt fólk, venjuleg heimili, millistéttin enn og aftur sem er að verða fyrir því að þau eru bara einfallega ekki að ná tökum á ríkisfjármálum. Já, þannig að við ætlum bara að halda áfram í Viðreisn að tala um þessi mál sem skipta máli. Þannig að þegar ég fékk eins og því ég var um daginn fyrir austan, þegar var sagt mig, á hverju ekki búið að gera eitthvað í þessu fyrir löngu? Einmitt. Það er okkar hérna núna að koma í veg fyrir það að börnin okkar verði í sömu stöðu og það fólk sem er að kaupa núna fyrstu íbúð með allir þessari miklu greiðslubyrði. Þannig að millistéttin verði ekki alltaf svona skilin eftir í þessu. Þannig að já, það er ýmis verkefni framöndan. Við erum bara sátt í Viðreisn, við ætlum að halda áfram. Við höfum stutt ríkisstjórnina í þeim málum sem við höfum talið að vera að gera vel. Þau eru þarna nokkur, ég þarf að rifja það kannski upp, en þau eru samt nokkur. Við höfum þurft að hjálpa þeim með ákveðin mál eins og já, þriðja orkupakkan blessaðan og það er ýmislegt fleira sem við höfum þurft að hjálpa þeim. Við höfum þurft að bjarga þeim af því að það er ekki alltaf, eins og við höfum sagt núna, alveg hreint og klárt, ef að við þurfum að stíga inn í til þess að tryggja grunn orkuþörf heimila landsins, þá munum við gera það á axla þá ábyrgð. Það væri með meiri hluta.
Þannig að, já, en þú veist, þar fyrir þetta, það er gaman að vera í pólitíka því maður er búin að vera, þú veist að segja, tala um einhverja tölur, svolítið sammála Bjarna, þú veist, ég er búin að upplifa alls konar í pólitík, farið í gegnum mjög erfiða tíma, líka gleðilega tíma og það sem að ég tek eftir, sko, með mér inn í nýja árið, frá þessu ári, er að það er aldrei leiðilegt í pólitík. Og það er gaman að hitta, þú veist, það er pínu gaman að nöldra í Katrínu af og til eða Bjarna eða hvað það er. Hún er svolítið í því, sko. Já, pínu lítið. Við nöldrum hvað sem er inn á kaffistofu í þingsalega. Þetta er gefandi og það er það sem heldur mann í þessu að halda ríkisstjórninni við efni þannig við þokust ykkar fram á við, þannig við hættum þessum stöðuleikar, þessi kirstu sem að núna er og það er það sem við munum berjast fyrir, að komast frá þessu. Þú talar fylgi ríkisstjórnarflokkana. Við ætlum að fá hérna aðeins upp mynd þar sem við tókum saman fylgi ríkisstjórnarinnar frá kosningum 2021 og þar til dagsins í dag og til samanburðar sjáum við þarna Samfylkinguna á sama tíma. Menn ríkisstjórnin í dag, samkvæmt þessari könnun maskinu, er með samanlagt 32,8% og Samfylkingin 26,3%. Það munar rúmum 6% stigum að fylgi Samfylkingar og ríkisstjórnar. Allir ríkisstjórnarflokkarnir hafa minnsta 5% stig og ég veit þetta eru tölur, ég veit þetta eru kannanir, en Katrín, hvað heldur það að sé sem að fólk er svona, og þetta er búið að vera núna svolítið lengi, marga mánuði þessi svona stefna. Sko, við getum öll rætt kannanir og ekki kannanir, en auðvitað er bara staðan svo að það er þung staða í efnahagsmálum og það hefur raunar ekki bara verið á Íslandi. Það hefur bara verið þung staða í efnahagsmálum á árinu 22 og 23. Ég er líka að hitta fólki sem Þorgerður Katrín er að hitta á fundum og finnur fyrir háum stýrivöxtum, finnur fyrir verðbólgunni, finnur fyrir því að það er erfiðara að ná endum saman, að sjálfsagreiðslukassin er að rukka mannum hærri fjárhæðir en áður og allt þetta. Auðvitað segir þetta til sín og við skulum ekki ímynda okkur að við séum einhverju tómarúmi hér. Við erum búin að vera saman í þessari ríkisstjórn á 7. ár núna. Það er nú orðið ansi langt svona í evrópsku samhengi því það er bara flókið að sitja í ríkisstjórn og ég veit að fólki finnst þetta ekkert voðalega skemmtilegu punktur þegar maður kemur með hann en þetta er auðvitað bara raunveruleikinn þannig að við getum bara talað um það eins og þessi mál eins og útlendingamálin og hvalveiðin, heldur að það sé ekki að... Ég held ekki að það séu stóru þættirnir í þessari mynd. Ég held að það sem fólkið í landinu hefur áhyggjur af, það er staða efnahagsmála og þess vegna er ég bjartsýn og tek undir með Bjarna með það. Ég held að það séu tækifæri framundan. Ég er mjög ánægð að heyra tóninn sem kemur frá aðilum vinnumarkaðarins núna, bæði verkalýðshreyfingu og atvinnurekendum. Það er vilji til þess að fara í langtímasamninga, það er vilji til að gera kjarasamninga sem styðja við verðbólgumarkmið. Ég átta mig alveg á því að stjórnvöld munu þurfa að koma með einhverjum hætti að því þannig að þó að sko, við styðjum leið við verðbólgumarkmið. Ef það næst, þá held ég að tímanir séu bara mjög bjartir framöndan á Íslandi. Og þú kemur inn á verkalýðsmálin. Ástæðan fyrir því að verðbólgan hefur verið þrálát hér er að hér hefur verið mikil umsvif. Hér hefur ekki verið samdráttur, hér hefur verið vöxtur, hér hefur verið hátt atvinnustig, hér hefur verið fólksfjölgun. Það er ástæðan fyrir því að við erum að sjá verðbólguna þrálátara hér en víða annars staðar. En það er auðvitað erfitt og ég meina við verðum bara að horfast í augu við það öll að það er það sem reynir sérstaklega á fólkið í landinu þessar myndir. En ég er bjartsýn og ég held að verðbólgan verði búin að lækka helming í lok ársins sem byrjar á morgun. Ég held að við verðum komin með langtíma kjarasamninga. Ég held að það sé alveg ótrúlega mikil tækifæri á þessu landi og þegar maður svona horfir yfir sviðið í heimsmálunum, að því við erum, þótt við séum eyja, ekki eyland, þá held ég að þegar við berum ýmsar mælistikur upp á okkar samfélagi, hvort sem er bara samfélaginu sjálfu, efnahagslífinu, nú er aðgengi að náttúru og umhverfi, þá erum við í ótrúlega góðum færum hér á Íslandi. Örstutt Sigurður Ingi, er erfitt að vera í ríkisstjórn svona lengi, það tekur á og eins og Katrín segir, en er þetta kannski bara komið gott eftir þetta kjörtímabil þá og leita nýjum Eftir þetta kjörtímabil? Já. Eftir 1,5 ár? Já, mér finnst það nú sko bara líklegt að það sé, ef þið bara skoðið söguna, þá eru mjög fáa ríkisstjórnir, tala nú ekki 3 flokka sem að geta haldið út lengur en 2 kjörtímabil. Ég ætla bara að segja líka sko að fyrirfram var þetta ár 23 í okkar augum, mínum augum, erfitt ár. Yrði mjög erfitt á margan hátt og þá var ég kannski aðalega að hugsa þessi efnahagsmál og verðbólguna, þá staðrind að eins og Katrín nefndi að við erum búin að vera hérna í 6 ár rúm saman. En tækifærin eins og Bjarni kemur inn á, þau eru óendanlega mörg og ef okkur tekst að leiða það í jörðu sem ríkisstjórn í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins, þessa ólgu sem hefur verið
í kringum efnahagsmálin og þá framtíð hér Íslands alveg gríðarlega björt, sko eiginlega bara mjög langt fram í tíman. Þannig að það auðvitað ástæðan fyrir því að þessir flokkar eru í ríkisstjórn og hafa verið og gert alveg ótrúlega góða hluti. Þannig að, já. En voru moment, Sigurður Ingi, á þessu ári þar sem þú hugsaðir, heyrðu, nú þetta að færa í skrúfuna, það voru moment þar sem fólk hugsaði, nei, nú þetta. Svona annað hver dag kannski. Mestalega annað hver dag. Nei, sko, staðreyndin auðvitað sú að, eins og ég nefndi hérna, við erum með góðan meirihluta. Það auðvitað þannig að í þessum flokkum og kannski í sumum flokkum meir en öðrum meiri ólga yfir því hvernig okkur hefur gengið og menn kannski bara gleyma þessum árangri sem við höfum verið að ná. Menn segja hér að þurfa að fara að setja lög á alls konar hluti. Sko það búið að tala held ég í 20 ár að setja lög á alls konar hluti. Teigsskóg, það búið að leggja hann. Byggðalínuna Blöndu, hún í gangi. Suðurnesalín, hún að fara framkvæmt. Sundabraut, þau búin að dagskráða í 45 ár. Hún bara komin á plattform. Hvað áttu við með því? Næstu 45 ári. Hún í umhverfismati og það sem hún hefur aldrei, ég ætla bara að segja, hún komin á dagskrá. Komin á dagskrá? Hún bara komin í framkvæmdaferli. Hún verið boðin út á árinu 25 í síðasta lagi og framkvæmdir hefjast 26. Þetta hefur enginn geta sagt áður. Það var einhvern veginn alltaf gerast eftir tíð þessari ríkisstjórn. Nei, ekki neitt. Ólíkt því sem að hérna var sagt, þá það ekki grafan sjálf sem sumir halda fram að búið til virkjanir eða búið til vegi, heldur það ferillinn. Og hann löngu hafinn og þetta bara tekur tíma. Í nútímasamfélagi þá þetta bara þannig. Og við erum bara á þessu trakki. Já, þetta 23 var erfitt, ég glaður að það búið. Já. Og 24 að koma og það verður geggjað. Ok, ég til í þetta. Ég ætla að segja ykkur líka bara annað. Verður Jón út í Hong Kong á meðan? Já, örgulega, hann verður bara meira menn í Hong Kong. Hvort sem verður í búri eða ekki, hann í búri? Veitir, þetta orðið eitthvað. Já, svona myndlíking. Já. Ég ætla bara að segja, þetta orðið eitthvað. Við erum að glíma hér við alls konar hluti, efnahagsmál sem að hluti til innlend og eitthvað, en svo erum við að glíma við náttúruna. Og núna erum við búin að vera hérna í 75-80 mínútur og við erum ekki farin að tala í raun og veru náttúruna og Grindavík. Nei, við förum okkur eftir. Við ætlum fyrst að fá leynigest þáttarins eða þannig. Heldur betur. Og Telma ætlar að ræða það aðeins frekar. Gæskefni voru. Já, takk fyrir það Erla. Já, umfjöllunarefnin voru mörg og stór þetta árið eins og við erum búin að sjá og heyra. En nú komið að föstum lið hér í kryddsíldinni og leynigestinum okkar. Við kynnum val fréttastofustöðvar 2 Vísis og Bylgjunnar á manni ársins 2023. Vinnuvikunni hefði í venjulegu árferði verið lokið í Grindavík, litla friðsæla sjávarplásinu suður með sjó. Huggulegt föstudagskvöld framundan, kósí stund í faðmi fjölskyldu, rólegheit, kertaljós, hlýtt og notalegt innandyra, enda 10. dagur nóvembermánaðar og myrkrið allt lykjandi. Það var hins vegar ekkert venjulegt við árið 2023 og á þessum örlagadegi, þegar jörð hafði skolfið látlaust, Guðrún Kristín Einarsdóttir á heimleið með dóttur sinni eftir skreppitúr til Reykjavíkur. Hún á skammt eftir í bæinn sinn þegar hún finnur að ekki allt með feldu. Bíllinn kastast til og frá og skyndilega sér hún sprunguð þvera veginn. Og það skalf allt undir mér og ég man eftir, ég hugsaði bara að ég ætlaði heim. Ég ætlaði yfir þessa sprungu, ég ætlaði heim og pakka niður og láta mig hverfa. Bara fara í skjálftafrí. Og ég kemst yfir sprunguna og fer bara heim og við byrjum bara að pakka niður og og meðan skalf allt og maður var að hlaupa í dyragættina til að halda sér og krakkarnir undir borði og þetta var bara skelfilegt. Það var þó frekar óvissa en ótti sem kvaltist yfir. Nei, ég var ekki hrædd en ég var svona pínu, það var rosalegur óróleiki í manni. Tilfinningi var þannig að það var drunur yfir manni nánast allan tíman og maður var svona, hugsunin var bara hvað að fara að gerast, það eitthvað núna að fara að gerast. Þannig að en hræðslan var ekki komin, hún kom ekki fyrir seinna. Hvernig hreyfa náttúruhamfarir við venjulegu fólki? Hefðbundinni fjölskyldu hjónum með 3 börn. Heimilið í rústfötum hendi í töskur og eina hugsunin að láta sig hverfa. Engan grunaði hver framvindan yrði. Það var bara alls ekki, bara langt í frá. Það var mjög erfitt að hugsa þetta. Svo þegar rýmingin kom,
og sett í gang, þá leist mér ekkert á það. Það er ljóst að við erum að fást við atburði sem við Íslendingar höfum ekki upplifað síðan gaus í Vestmannaeyjum. Við tókumst á það saman og við munum takast á þetta saman og látum ekki hugfallast. Gangi ekki vel og fariði varlega. Börn voru rifin úr rúmum, öldruðum flýtt út í bíla, fjölskyldur fluttar í heilu lagi burt, nær allt skilið eftir. Björgunarstarf hófst af krafti, sveitir kallaður út og reynt að vinna eins markvisst og aðstæður leyfðu. Við erum vel upplýst og það eru allir að fylgjast með og við bara treystum okkar fólki alltaf. Við tóku óvissu tímar, erfiði dagar. Glóandi jarðefni í kvikugangi undir bænum, það eru örlaga fréttir. Grindvíkingar dreifðust hist og her, máttu treysta á ættingja vini og góðhjarta fólk. Nóg var af því, samstaðan gerir enda þjóð að þjóð. Enginn gat þó sett sig í spor heimamanna sem voru daufir, reiðir, hræddir og sorgmættir eða allt þetta í senn. Erfitt reyndar að lýsa tilfinningunni. Það er bara surrealist. Það er búin að nota þetta orð svolítið oft en þetta á mjög vel til í þessum aðstæðum. Þetta er bara rétt hérna utan við Reykjanesbrautina og það er engin tenging. Maður kemur upp á braut og þá er eins og ekkert hafi gerst. Og þú veist, við erum flóttamenn. Það er alveg klárt mál. Við erum ekki Grindvíkingar í vetrarfríi. Það er alveg, við erum ekki þar. Klukkustundir breyttust í daga. Hvað yrði bæinn? Hvað yrði lífsviðurværið og eignirnar? Dagar breyttust í vikur. Jörð kyrðist vissulega en svo kom eldgos. Sjálf bjarga því ver. Ef værir þú hjá mér, vild ég glaður. Aðstæður eru ótryggar enn, ekkert er eðlilegt enn. Engin börn að leik, engin lítil manneskja sefur í rúminu sínu. Saknar þess að vera í Grindavík? Hvað er það sem þú saknar mest? Bara allt. Bara herbergið mitt, dótið mitt. En það þarf meira til að brjóta sterkt samfélag og fólki vill aftur heim. Ég er þar, já. Það verður ekkert breyst skoðun á því en það verður ekki gert fyrir en að það eru öruggt fyrir börn og annað. Og ég tek ákvörðun út frá því. Mér langar heim. Ég vil helst hvergi annars stað að vera en það er náttúrulega bara tíminn verður svo sem bara leiða þetta í ljós. Hvernig þetta fer. Í Grindavík býr sterkt, vinnusamt og duglegt fólk. Það hefur tekið á náttúruhamförunum af æðruleysi, stutt við baki hvert á öðru og sýnt samhug á óvissu tímum. Sporin síðustu vikur hafa vissulega verið þung, en ekki nógu þung til að byrgja því bjarta sýn til framtíðar. Þau halda ótrauð áfram. Maður ársins hjá fréttastofu Stöðvar 2 Vísis og Bylgjunnar er Grindvíkingurinn. Valið var aldrei erfitt og megi hverjum og einum farnast sem best á nýju ári. Í æsku letu ís og myrkur jólin, nú einn ég sit vetrarkvöld, því eitt sinn verða allir menn að deyja. Já, góðir áhorfendur, maður ársins er Grindvíkingurinn. Hver og einn íbúi bæjarins á hlutdeild í þessari útnefningu. En Grindvíkingar hafa sannarlega staðið í ströngu og ég verð að segja að við dáumst að styrk ykkar og samheldni. Og hingað er kominn Otti Rafn Sigmarsson sem fulltrúi bæjarbúa til að taka við viðurkenningu fréttastofunnar. Vertu velkominn og takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir þessa skemmtilegu viðurkenningu. Og þarna færðu viðurkenninguna. Það er maður ársins, Grindvíkingurinn. Otti, þú ert með í mörgum hlutverkum. Þú ert hingað komið sem fulltrúi Grindvíkinga en þú ert Grindvíkingur í húð og hár. Þú ert fjölskyldufaðir, þú ert björgunarsveitamaður, þú ert formaður Landsbjargar, þú ert atvinnurekandi. Þú ert allt þetta í senn, það er mörg hlutverkin. Hvernig er þér innanbrjóst svona í árslok þegar allur þessi hvirfilvindur hefur gengið yfir? Já, ég er bara svona þokkalega ágætur, sko. Það er hægt að segja það. Auðvitað bara ánægður að það er allir heilir og svona einhvern veginn vonandi flestir búin að koma sér fyrir og maður svona líður
vel hvað það varðar, en hvirfilvindurinn ekki búinn, sko, og við erum ekki ennþá komin heim svona fullu og þannig að það svo mikil óvissa ennþá, en fer vel okkur og svona, sko, þannig að það allt í lagi. En hvernig horfir þú og þín fjölskylda og það fólk sem í kringum þig hvernig horfið þið inn í nýtt ár? Já, við auðvitað erum bjartsýn, að sjálfsögðu, og við ætlum aftur heim, ekki spurning, en það auðvitað óvissan óbúslega erfið og ég veit það bara eins og núna í dag og síðustu daga hefur fólk til dæmis bara þurft að vera í Grindavík þó það ekki verið örugt af því að það hafði ekki í neinn önnur hús að venda, þurfti bara að fara heim. En svona hvað okkur varðar þá bara hlakkar okkur til að fara heim aftur og vonum við að það gerir sem fyrst, en að sjálfsögðu förum ekki fyrir en það örugt. Það komu hérna fram í viðtalinu áðan að þetta væri í rauninni óraunverulegt. Allir þessir atburðir að gerast þarna í Grindavík, svo kemur á Reykjanesbrautina og það bara eins og ekkert hafi í skorist og Björn Steinar, hann talaði tilfinninguna sem að Grindvíkingar væru flóttamenn. Tekur þú undir þetta? Já, ég held ég verð að gera það. Það við flest einhvers staðar niðurkomin í Reykjanesbæ á höfuðborgarsvæðinu og svo beygir maður til Grindavíkur og kemur til Grindavíkur og það enginn, sko, og það sem allt iðaði lífi áður. Þetta skrítin tilfinning og ég held að flóttamenn þó við sem flóttamenn í eigin landi, þá þetta sérstakt að geta ekki verið heima hjá sér, sko. Eitthvað sem að þér ofarlega í huga núna, eitthvað sem að þú myndi vilja koma á framfæri? Já, ég held að sé fyrst og fremst, sko, bara þakklæti til landsmanna, þakklæti til íslensku þjóðarinnar. Auðvitað höfum við Grindvíkingar öll fundið hvað þær hugsa vel okkur og vel tekið á móti okkur og þær allir að gera sitt besta og bara þakklæti til Íslendinga. Þetta svona kannski efst í huga. Takk fyrir að vera með okkur, Otti, og skjalið sem að þú heldur á að það fær vonandi að hanga upp á vegg á bæjarstjórnarskrifstofum þegar róast hjá ykkur, bara farnist ykkur öllum vel Grindvíkingum og vonandi komist þið sem fyrst heim. Takk fyrir. Já, til hamingju Grindvíkingar með þennan titil maður ársins. Ég var að spá hvort við ættum að skála fyrir Grindvíkingum, ég veit að hugur margra hjá þeim. Það eru Grindvíkingar í salnum. Það eru Grindvíkingar í salnum hérna, gestir. Þannig að bara skál. Skál fyrir Grindvíkingum. Skál. Og erum við ekki bara sátt við þetta val á manni ársins? Þetta mjög vel tilfundið og fallegt val að velja bara Grindvíkinginn sem mann ársins. Þetta er ótrúlega stór ákvörðun sem var farið í þegar ákveðið var að rýma í byrjun nóvember. Og þarna býr 1% af íslensku þjóðinni og fæst þeirra geta hvatt gamla árið heima hjá sér í kvöld. Þannig að ég held að hugur okkar allra sé hjá þeim, hafi verið hjá þeim og verði áfram hjá þeim. Þetta náttúrulega ótrúlegt æðruleysi sem þau hafa sýnt í þessu nábýli við náttúruna sem þau hafa búið við og ekki bara þessi 2 eldgos sem hafa verið í ár heldur stöðugir jarðskjálftar, gríðarlegar skemmdir af þeirra völdum. Þannig að þetta óbúslega merkilegir atburðir sem hafa átt sér stað og gríðarlegt æðruleysi sem þau hafa sýnt. Þannig að mér finnst þetta mjög vel tilfundið þetta val. Ég held við höfum þetta bara sem lokaorðin við þessum kafla. Ég held að séum öll nokkuð sammála þetta val. Það er ekki tönni. Ég held að ekki þessi Ásgeir Jónsson sé sagtur að vera ekki annar í röð. Nei, var hann að vonast? Ég veit það ekki. Getur verið. Maður langar alltaf. En það er allir sammála þetta. Það er enginn að fyrsta hausinn. Þetta ár Grindvíkinga og stöndum með þeim. Já. Við ætlum að fara í smá skilaboð og svo komum við aftur á mannlega nótur, held ég. Persónulega nótur. Trúnó. Trúnó. Norðurál óskar landsmönnum öllum farsældar á nýju ári. Við þökkum fyrir það liðna og hlökkum til að halda áfram að gera heiminn léttari. Norðurál. This case is one of the strangest ones I've ever worked on. He is one of the most famous con artists in Iceland, but basically a testimony of a liar, a pedophile, and a criminal.
Landsbankinn þakkar fyrir samfylgdina á árinu. Við hlökkum til að vinna áfram að framtíðinni, þinni og okkar allra. Við erum betri saman. Landsbankinn. Heimsins mesta úrval næðisrýma. Veldu gæði, veldu næði. Hirsland skrifstofuhúsgögn, Síðumúla 37. Með samstöðu hafa unnist margir sigrar, en við þurfum að halda vöku okkar, verja réttindi og sækja fram fyrir mannsæmandi kjörum, jöfnuði og lífsgæðum. Gleðilega hátíð, Alþýðusamband Íslands. Could be Santa Claus. Rímax og Þingvangur kynna nýjar og glæsilegar íbúðir á Álftanesi. Nánar á lambamýri.is. VAFM félag vélstjóra og málmtæknimanna óskar landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Ósvikin og ekta ljós lagerbjór í fullkomnu jafnvægi. Gull. Áfengislaus. Okkar bjór. Ísland paradís á ótrúlega marga mælikvarða þótt að megi auðvitað bæta fullt. Við berum öll ábyrgð á því að enginn líði skort. Það sem við höfum milli handana hefur auðvitað áhrif á það hvernig við drögum fram lífið. Stærsta kjarabótin fyrir mitt heimili núna væri vaxtalækkun. Lækkunum bara 1% stig. Það væri strax hellingur. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka aukna hagsæld. Veldu HP fartölvu með tilliti til umhverfisins. HP, einhverjar umhverfisvænustu tölvur í heimi. OK.is. Nicorette kvikmist fæst nú með berjabragði. Virkar eftir 30 sekúndur. Nicorette, gerðu eitthvað magnað. Hvað segið þið? Hvað þetta? Bara brjálað að gera. Sama hérna, bara brjálað að gera. En hjá ykkur? Brjálað að gera. Ákvæmlega, það brjálað að gera. Það má ekki bjóða ykkur smá snittur? Já. Brjálað að gera? Jú, brjálað að gera. Hvað sé brjálað að gera? Er brjálað að gera. Vinnum saman að jafnvægi. Ég hef ekki tími neitt. Nei, ekki heldur. Norðurál óskar landsmönnum öllum farsældar á nýju ári. Við þökkum fyrir það liðna og hlökkum til að halda áfram að gera heiminn léttari. Norðurál. Já, komið sæl, við hefjum nú síðasta hluta kryddsíldar í ár og það bara fjör í fólki, fólk búið að fylla á glösin, að spjalla saman en við ætlum aðeins að fá að fara á persónulegu nóturnar. Í fyrra fórum við hrósring og þið voru ótrúlega flott í þessu hrósring þegar þið eru útskrifuð úr honum. Við ætlum að taka svona hrósring, svona plús.
Þannig að við ætlum að hrósa manninum á hægri hönd, en það má líka gefa svona uppbyggilega endurgjöf fyrir nýja árið. Eitthvað sem mætti kannski skoða á nýju ári. Bara, veist, út af þið sýnið, hafið sýnt fram á færni í þessum málum. Já. Er eitthvað sem vill byrja, og við erum að tala um hægri hönd, sá sem er þið hrósið þeir sem eru á hægri hönd. Hægri umferð. Það er hægri umferð, Sigurður Ingi. Bara byrja að hrósa Þú sagðir það. Ætlar þú að byrja? Já. Sko, þetta kemur kannski óvart, sko, en mér finnst að svo þið sýndu hérna áðan að þá hafi Sigmundur náð býsna góðum árangri að fá aukinn stuðning svona til þess að standa sig. Ég spurði hann hvað gerðirðu og hann sagðist bara hafa gert býsna margt og gott, þannig að ég held að hann haldi áfram og svo finnst mér að hann líta svo vel út í kvöld, þannig að ég ætla bara hrósa honum og hvetja hann til dáða, þannig að hann haldi áfram á þessari braut. Þannig að, já. Takk fyrir það, fallegt. Ég þakka Sigurði Inga og það er létt mál að hrósa Álfa Dísinni, hægra megin við mig. Hún náttúrulega hefur náð gríðarlegum árangri í pólitíkinni í langan tíma og er samt alltaf eins og hún sé bara rétt að byrja og spennt fyrir framhaldinu. Og við erum ágætis vinir, held ég megi segja. Já. Fyrir vel á með okkur. En það var beðið líka einhver svona uppbyggilega endurgjöf. Já. Ég veit hvað kemur. Það getur örugglega allir giskað á það. Þú verður eiginlega hægt að hjálpa ríkisstjórninni sérstaklega í þessum Evrópumálum. Þegar þau eru að koma með einhverja svona algjöra þetta. Það er ekki uppbyggilegt. Jú. Ef hún tekur mið af þessu, þá verður það mjög uppbyggilegt. Þegar ríkisstjórnin er að koma með einhverja svona nýja skatta og græn gjöld og allt þetta frá Evrópusambandinu. Ekki bjarga þeim fyrir horn. Við erum frekar í því að reyna að... Við erum sammála það, við viljum ekki aukna skatta, við erum alveg sammála það. Nema þessi En hvað ætlar að gera með mér? Hvað ætlar að gera með mér þegar þið fara með bókun 35? Þau eru náttúrulega klofið þar. Já, það er einmitt málið sem ég var að koma að. Já, við erum líka klofið þar. Já, þú. Það er líka milli vina. Nú fór þetta allt. Já, nú fór þetta svo Ekki hjálpaðum að koma bókun 35 í gegn. Og fyrir þá sem ekki vita, bókun 35 felst í því að gefa eftir fullveldi til Evrópusambandsins. Sammála sig. Nei. Bjarni, þú tekur þennan slag, eða ekki? Ég hlakka til. Já, ok. Ég fæ að tala um hana Katrínu. Hún er ótrúlega skemmtileg manneskja. Það er gaman að hafa kynst henni gegnum pólitíkina og fylgst með henni gegnum pólitíkina, sjá hvernig hún hefur þroskast og elst en samt geymt þessa miklu mennsku. Hún er ótrúlega skemmtileg eins og ég segi. Hún er alltaf með eyra, hún er alltaf til í að hlusta eða tala og ef maður segir getur aðeins tala við mig út af jari, að þá er hún til í það, setjast niður og hugsa leiðir og til í að gera alltaf betur. Það finnst mér líka mikið þroskamerki. Hún er með sínur ótrúlega seiglu sem að ég kann mjög að vel að meta að hætta ekki, heldur halda áfram. Það er eitthvað sem að ég kann ótrúlega vel að meta á við þig líka, að halda áfram þó á móti blási. Það sem ég myndi kannski vilja, hún er bara einstaklega vel að Guði gerð. Og alveg má mönnum. Ættu nú alveg. Hún Katrín, þetta er bara, þú veist, þetta er manneskja sem hann vill hafa í kringu sig, það er bara þannig. En fyrir þetta ár, það er gott að sýna þessa seiglu og þrautseigju, en ég held líka að einhvern tímann er gott líka að fara í örlitla naflaskoðun til þess að halda áfram með ákveðna breytingar hér í samfélaginu. En þú kannt á fólk, þannig að ég vonast til þess að sjá svona einhver framfaramál fara í gegnum ríkisstjórnina af því að þú sýnir staðfestu. Já, ég hélt þú ætlaðir að vera að leiða bara inn í kosningar á næsta ári, en Nei, ég geta sagt mér fréttir. Ég hélt að við værum kannski að fá einhverja fréttir hér að einhver myndi segja af sér eða eitthvað, sko, og það yrði kosningar, en ég hef nú, og veðja reynda við Loga Einars á síðasta kjörtímabili og vann þá rauðinslaust, sko, að ríkisstjórnin myndi sitja og ég held að hún muni sitja allavega fram á næsta vorið 2025. Ég held að þau muni hanga á þessari ríkisstjórnarspýtu eins og þau geta. Ég saknar þetta Loga, hann var svo eins sem drakk ákavíti sem hérna fullt í öllum glösum á borðinu. Katrín. Já, ég saknast líka hvað það var. Já. Takk Þorgerður, þetta voru alltaf falleg orð. En
Ég ætla að tala Ingu. Ég átti ekki að tala þig, Nei, alls ekki. Nei, Alls ég get alveg talað þig líka. Nei. En ég ætla að tala Ingu. Sko, Inga náttúrulega með mestu ræðumönnum á Alþingi. Hún gríðarlega mælsk og sérstaklega þegar hún ekki með blað fyrir fram að sig, þá fer hún á flug. Þannig að ég hef alltaf óskaplega gaman að því að hlusta á Ingu. Sko, svo tek ég eitt uppbyggilegt þetta. Stundum ræðurnar aðeins og margar, kannski, en þær geta oft verið ansi góðar. Og það nú ástæðan fyrir því að Inga hefur í raun og veru náð ótrúlegum árangri með sinn flokk. Það að hún talar inn í hjörtu fólks. Svo hún líka, þegar þið sjáðu ekki til, þegar við erum fram í kaffi, þá hún líka bara þrælskemmtileg, hlý og tekur fallega utan mann þó að hún sé harðasti gagnrýnandinn inn í þingsal. Takk fyrir. Maður er svo feimin núna, ég get alltaf sagt eitt við Kristrúnu þó mér finnst hún frábær. En já, það var verulega athyglisvert og áhugavert þegar þessi unga glæsilega kona kom eins og bara flugeldur sem við erum að fara að skjóta upp í kvöld, en við ætlum ekki að skjóta henni upp í kvöld. Hún kom bara eins og elding inn í hinn pólitíska vettvang og hún hefur staðið sig óbóðslega vel. Hún hnitmiðuð, hún skilvirk í því sem hún að gera, hún með punktinn, hún með ákveðin markmið sem hún stefnir að algjörlega skilyrðislaust. Hún hversmanns hugljúfi, það aldrei neitt vesen í kringum Kristrúnu og ég hugsa að sé alltaf hægt að tala við hana hvað eina sem en verst af öll að við skulum ekki deila heila. En þá væri þetta alveg bara frábært, en Kristrún bara frábær og ég segi bara áfram veginn, hún stendur eins og hetja og já, ég hef ekkert meira það að segja, bara gangiði vel, hún bara æðisleg. Takk Inga mín, svona Inga alltaf samt sko. Fyrst það rými í kvöld, deila heila. Deila heila, ég maður gæti komað því. Já, Bjarni. Hvað á ég að segja, Bjarni minn? Það bara eitthvað fallegt, sko. Já, veistu, ég get nú alveg sagt eitthvað fallegt þig, Bjarni minn. Já, þú ert svo fyrsta í kvöld hérna. Mér finnst þú vera orðin svolítið harður við sjálfa þig. Nei, ég bara... Sko, núna ég búin að vera frekar stutt í stjórnmálum og ekki lengur formaður flokks og ég hef nú haft reynslu af hvernig að vera formaður í flokki og það ekkert alltaf auðvelt og það ákveðin svona áskoranir sem því fylgja og því verði ég auðvitað að hrósa honum Bjarna fyrir það að hann hefur verið formaður í sínu flokki og haldið utan sinn flokk í gríðarlega langan tíma. Og þess utan stýrt einu valdamesta embætti landsins í núna næstu sleitulegt áratug. Og þó að við séum ekki sammála í pólitík, Bjarni, og kannski ekki sammála hvernig við myndum stýra fjármálaráðuneytinu, þá get ég alveg hrósaði fyrir það að hafa staðið þessa vakt. Það sem gott við þetta ár það má vera svona eitthvað uppbyggilegt, vegna þess að ég ætla líka að hrósa þig fyrir að hafa tekið ábyrgð loksins í Íslandsbankamálinu með afsögninni fyrir árinu. En það hefði mátt vera kannski eilítið meiri auðmýkt í því ef ég bara fæ að segja eitthvað uppbyggilegt. Ég held að þjóðin vilji stundum sjá að maður geti bara viðurkennt að stundum gerir maður mistök í því samhengi. En ég held að margir hafi séð svona stórt skref og skildi þá að tekið þessa ákvörðun. Þannig að ég læt þar við sitja. Já. Auðvitað langar mér núna til að fara í andsvar. En það bara vegna sem ég hérna með ansvarskónginn. Þetta ansvarskóngur hérna. Þessi maður, hann hefur verið mjög duglegur í vinnunni. Og hann má eiga það að inn í þingsal þá lætur hann sig aldrei vanta. Enda skorar hann hátt á lista yfir þá sem tala mest og oftast. Og ég verð nú að segja það að það svona eiginleiki sem ég ber virðingu fyrir. Það nú margir sem halda að fólk sækist eftir því að komast á þing til þess að eiga með einhverjum hætti náðuga daga og Gísli ekkert af því, hann nættur, hann sinnir sínu starfi af mikilli eljusemi og ég var nú líka hrósuna fyrir það að hann mætir yfirleitt í skóm, það ekki allir í Pírötum sem gera það. Það bara alls ekki sjálfsagt ef maður Pírati, að maður komi með skóna á fótunum. En síðan líka finnst mér Gísli hafa gert vel í því að sko þefa uppi tilefnin til þess að blanda sig, þó að hann auðvitað taki gríðarlega oft til máls, að þá hefur hann
kannski flutt efnismestu ræðurnar þar sem hann hefur virkilega eitthvað að deila og hann með mikla reynslu úr þróunarsamvinnu og ýmsu sem tengist utanríkismálunum og það virði í því fyrir þingið að menn láti til sín taka þegar að slík mál koma á dagskrá og sko, ég var nú að hugsa til þess að ég satt hérna áðan, þessi hópur hérna, hans endurspeglar svolítið skemmtilega samfélagið á margan hátt. Sko, það stundur satt að séu bara lögfræðingar á þingi, ég held að það séu bara við Þorgerður hérna, en Gísli kom með svona ferska vinda, svipað þú hérna Inga, ferska vinda inn á þingið og ég vil hérna hrósa honum fyrir það og bara dugnað í starfi, sko, því að það mikil smetið af fólkinu í landinu. Nú, hvað átti ég að koma með eitthvað uppbyggilegt fyrir árið? Ég meina það þarf ekki alltaf að taka til máls. En það svo skemmtilegt að taka til máls og ná að fá þig upp í púlt. Takk þér fyrir. Já, mér hefur nefnilega nokkuð sem tekist það að koma með andsvör eða fundarstjórn sem að æsa Bjarna nógu mikið upp til þess að hann mæti í ræðustólinn og verði svolítið reiður. Mér finnst það mjög gaman. Nú áttu orðið. Takk fyrir og ég á að tala Sigurð Inga og það náttúrulega mjög gaman. Það hérna, ég held svona það skemmtilegasta við hann og kannski framsvona fólkið allt að það heldur alltaf þessari stóísku ró. Alveg sama hvað þessi tvö og kollegar þeirra að rífast, þá liggur við að þau í framsvonarflokknum komi yfir til okkar í stjórnarandstöðinni þar sem við sitjum með poppið og kókið og erum að horfa á baráttuna hérna milli Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna. Framsókn alltaf svona til hliðar og leyfir þeim bara að slást. Heldur áfram bara að vinna. Svo alltaf spurningin hvort að sko fjármálaráðherrarnir láta ykkur fá peningana í verkefnin sem þeir eru að reyna að gera. Það kannski það sem vantar aðeins og mætti vera meira uppbyggilegt. Og svo kannski bara svona í lokin að því ég veit að eitt af því sem hérna, Sigurður Ingi hefur verið góður að gera að koma með málin eins og Grindavíkurmálin og annað og fá okkur til að vera öll saman þar að vinna að góðum hlutum. Koma með þau aðeins fyrr inn í þingi, þora að koma með þetta þó það sé ekki tilbúið. Vegna þess að við erum alltaf tilbúin að vinna með ykkur sérstaklega í hlutum eins og Grindavík. Mér finnst frábært valið hérna áðan. Og maður langaði bara að segja ykkur eina litla sögu frá síðustu dögum þingsins. Þar vorum við að greiða atkvæði fullt af hlutum. En þegar það komu atkvæði einhverjar línur í frumvörpunum sem tengdust Grindavík, þá vorum við nokkur sem kölluðum bara upp orðið Grindavík. Og þá breyttist atkvæðaskjárinn alltaf yfir í ekkert nema grænan lit. Það sýnir hvernig við þó við séum öll þessum mismunandi flokkum, mismunandi hlutum, við getum unnið saman. Og við eigum að gera miklu meira af því að finna leiðirna til að vinna saman, líka hlutum eins og verðbólgunni og öðru. Takk Gísli og takk fyrir öll þessi hrós og ég hvet landsmenn til að taka þetta með sér bara inn í áramótakvöldið. Það gott að hrósa fólkinu, svo sitjum við hliðina í kvöld, hrósa honum, hann mun kunna með þetta. Það ekkert betra en að fá hrós. Sjáðu hvað þau eru mjúk og falleg. Mjúk og meir. Já. En við ætlum að fara í næsta lið, við ætlum að kíkja eins á baku tjöldin hérna á fréttastofunni. Það gekk á ýmsu og það er búið að taka það saman í skemmtilega klipp. Já. Komið þið sæl, það er komið að kvöldfréttum þar sem þetta ber hæst. Það komið þið sæl að blessu, hvað segir ég þá? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sæl Katrín, það var... Sæl og bless. Herðu, kannski bara fyrst viðbröð svona við þessari skýrslu. Það er svo góð viðbröð. Þú sagði það, spurði hann að því sjálfa. Já, þú sagði spurði hann að því sjálfa. Þú meðum ekki hlæja á minn, sko. Nei, og því að þetta sé að ræða alvarleg mál og vaxtahækkanir og það verður vel þannig. Og ég verður að vera alvarlegur. Lagðist og var döður og svo kom Alfons, the Undertaker, og sagði enn dularfullt. Þessi látni maður hefur sett á sig hveiti.
Ég gæti dáið, mér finnst þetta svo skemmtilegt. Maðurinn minn ekki alveg að sumi lífi. Nei, við ætlum að giftast kannski bara. Ég á þetta á disk. Hingað er pakkinn kominn og ég ætla bara að opna hann. Hingað er pakk. Það er eftir að sjá kannski hvað er inn í þessu. Með því að reisa tæplega 2 metra háa rimlingu. Hér er ég. Þetta er að bara vera fáránlegt. Svo sést að hefur fólk safnast. Fokk, ég heyri ekkert út af vindinum. Sendingar fara. Fokk! Fokk! Hér eru flokk. Gönguljósum til að auka öryggi gangandi vegfarenda. Fokk komið brá. Píka, 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 píka. Píka, píka. Manstu ekki á nálægt? Þá kætti ekki svo ljótt. Ég hef sennilega aldrei verið í svona hamfarafréttum í jakka og bindi. Þetta er fáránlegt að ég er gult vesti hérna. 3, 4, 5, dimma lim. En sko þetta með verðbólguna, þú verður að fara að velja þetta. Það er mikla og litla verðbólgu en ekki hálafa. Má ekki þið hálafa? Nei, því núna er sko, dagur í gær var reynda dagur íslenskunar sko. Þetta er annar í degi íslenskunar. Og ég þarf að gera það. Really hate your ass right now. Tókstu þetta ekki? Nei, við erum að byrja aftur, taka þetta allsnögt. Hættu þessu. Það er svona, hafa ekki tæknum. Ok, nú er þetta í upptöku. Við erum gætið með þetta tókst í þetta skipti, þetta var tekið upp. Ok, frábært. Ok, takk fyrir þolinmæðina. Þú ert frosin, ágætastinn aftur. Er ég frosin? Já, þú ert að frjósa á milli, það er eitthvað skrítið samband, en ok, þá skulum við bara byrja. Og ertu að taka upp? Nú er ég að taka upp. Það er ekki alveg örugglega recording, jú. Þessi fallegi dagur. Maður fær bara gæsahúð. Okay. Goodbye! Inn í draumbláan dag. Þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur. Já, kamerumæðurinn okkar gerir mistök þarna. Við gerum öll mistök. Þessi kameru enda held ég komin úr viðgerð. Já. En nú ætlum við hérna í rétt í lokin. Við ætlum að lítum farin veg og hérna öllu horfa fram á við. Áramótaheit, Sigurður Ingi, er eitthvað sem að þú dregur eitthvað lærdóm af árinu, eitthvað sem ætlar að gera betur á næsta ári? Hann hlakkar allavega til ársins. Það kom fram á. Já, sko, ég er orðinn svo gamall að ég er búinn að læra að það þýðir ekkert að gera svona áramótaheit nema að maður sko raunverulega ætli sér það. Það segja hérna, sko. En ég held að svona áramót séu bara ákveðið tilefni til þess að alltaf að hugsa, sko, getum við ekki gert aðeins betur. Og þið eru nú búin að vera að tala alltaf um það að þessi ríkisstjórn haldi ekki. Við ætlum bara að hafa þetta í lagi. Þetta verður í lagi. Gott lofar, Sigmundur Davíð. Það er náttúrulega bara þetta hefðbundna að grennast og verja meiri tíma með fjölskyldunni. En sko, kosturinn við áramótaheit, já það er nú alveg rétt að þér, en kosturinn við áramótaheit samt, samanborið við kosningaloforð, er að ef maður stendur ekki við áramótaheitið, þá getur maður bara endurnýtt alveg endalaust ár eftir ár. En það á ekki við í stjórnmálunum, eða ætti ekki eiga við, að menn geti endurnýjað kosningaloforðin aftur og aftur eftir að hafa ekki staðið við þau. En nú ætlum ég að ljóstra upp eitt, ef að konan mín og dóttir er að horfa, og þær eru búin að vera að biðja mér núna í ár að fá nýjan hund eftir að Emma... Já, það var nú ómögulegt að heyra það, ég var ekki búin að heyra það. Það var svona, já, Vestí, skemmtilega Vestí. Já, en maður gerði ráð fyrir, en allavega, þær vilja nýjan hund. Og ég hef sagt að það komið til greina. En það verður að vera hundur sem geltir ekki eins mikið og þessi terrier. Og fer ekki úr hárum. Já, og fer ekki úr hárum og allt þetta. Það er íslensku hundurinn elst. Hann geltir.
Já, þá er það útilokað. En hann er frábær. Og helst einhvern hund sem að hatar ekki bréfbera af áfergju eins og Emma mín blessuð gerði. En ef að þær að fylgjast með, þá geta þið senda mig SMS fyrir klukkan 6 í kvöld og þá skal ég samþykkja þennan hund. Ef það senda ekki skeytið, þá er þetta enn jatún. Þá horfðu þær ekki á því í kryddsíld. Akkurat. Einmitt. Ok. Já. Þú verður einhver að hringja í þær strax og láta þær vita. Þorgerður, hvað segir þú? Ætli ég taki ekki bara hundinn áfram frá honum Sigmundi. Ég held ég hafi sagt hérna, ég ætlaði að elda meira og nýri réttir síðast. Mér minnir ég hafi sagt. Ég held að vera þar síðast, en ok. Já, ok. Það er endur nýtt og notaði svolítið eins og hérna lofar ríkisstjórnarinnar alltaf. Þetta er svona, Sorpa var mjög ánægð með ríkisstjórnina. Það er alltaf endur nota hérna gömul lofar. Mjög umhverfisvæn stjórnmál. Nei, ætli það verði ekki einmitt að ganga meira úti með hundinn. Ég vona að Kristján sé ekki að hlusta og horfa á þetta. Ég þurfa að efna þetta. Þarftu ekki SMS frá honum? Nei, ég vona ekki. Ég vona ég fá það bara alls ekki. En bara halda áfram. Ég bara er svo sátt við þetta ár, svona almennt sé prívat, að ég ætla að taka það svolítið áfram inn í næsta ár og hlakka til að fylgjast með öllum börnunum mínum, ná þeirra styrkleika og framförum í þekkingarleit eða hvað það er sem þau eru að gera hverju sinni. Ég held ég sé mest spennt fyrir því og ég ætla að vera stuðningur fyrir þau. Katrín? Já, ég er bjartsýn á ári fyrir samfélagið eins og ég svo sem sagði þarna áðan og held að það muni margt snúast á rétta vegu fyrir Íslands samfélag á komandi ári. En mitt áramótaheit, það er bara komið í undirbúning því ég áttaði mig á því eiginlega þegar árinu var að ljúka við höfum einhvern veginn ekki tekið neitt sumarfrí saman fjölskyldan sem var bagalegt og mitt áramótaheit er að við munum taka sumarfrí saman á komandi ári. Ég held að ég hef ekki sett það áður fram í þessum þætti. Þannig að, og kannski mun ég líka vinna aðeins í því að fara að hlaupa aftur meira. Það hefur aðeins dregið úr því á þessu ári sem er að ljúka. Þú hefur hlaupið, ég hljóp næstu eins og áður. Já, ég bara hef hlaupið mikið og gengið ágætlega, sko. Og var alveg svona orðin, svona keppnis, fannst mér, sko, farin að tímamæla mig og svona, en það verður eitthvað dofnað yfir því núna. Ok, gott mig hjá þér að koma þessu að þú varst út að hlaupa. Ég hljóp líka. Inga, hvað segir þú? Ég segi, mér minnir nú eiginlega síðustu áramót þá hafi ég einmitt verið að tala um að reyna aðeins að tálka að mér aukakílóin en einhverja hluta vegna þá er þetta allt fast, ég skil þetta ekki, þeim hefur ekki fjölgað sérstaklega en sannarlega finnast mér þau ekki vera á undanhaldi þannig að ég nenni ekki að ljúga sjálfri mér þessi áramótin einaferðin en hvað það varðar, það kemur þá bara ef það kemur, hins vegar þá er áramótaheitið mitt hér fyrir samfélagið mitt, fyrir þjóðina mína og fyrir baráttuna sem ég er að heyja á Alþingi Íslendinga, fyrir fólki sem ég er að berjast fyrir og sem gaf mér umboð sitt til þess að gera það. Þannig að ég mun, núna er það mitt loforð og áramótaheit að ég mun vera öflugri inn á Alþingi Íslendinga á næsta ári heldur ég hef nokkuð tíma verið til þessa. Fleiri ræður, jafnvel? Ekki bara fleiri ræður, spurningin er ekki hversu oft ég kem og tala, heldur hvað ég er að segja. Og það er það sem ég ætla að gera. Ég hef ákveðin, og við í Flokki fólksins höfum ákveðin boðskap og hann er skýr og hann mun verða skýrari en nokkru sinni á nýju ári. Það er bara þannig. Takk fyrir það. En hvað segir þú, Kristrún? Já, ég set mér reyndar ekki oft svona mjög hörð áramóta vilyrði, en sko ég er kannski með eitt faglegt og eitt persónulegt og þau stangast í miðjupínu á, þannig við verðum að sjá vonandi gefa hvort eftir. Af faglegum nótum þá sko við erum að fara af stað núna í atvinnu- og samgöngumálefnavinnu í Samfylkingunni og ætlum að fara að hitta 100 fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu núna í janúar og fara hringi í kringum landið. Þannig að það er mitt svona áramótaheit að ná að koma því í gegn sem er nú ekkert alltaf sjálfgefið, get ég sagt ykkur. Ég held að fleiri hérna inni þekki það, að ef maður ætlar að vera á ferðalagi landið í janúar, febrúar, þá getur það stundum reynst svolítið erfitt. En á persónulegum nótum ætla ég að reyna að yfirbóka mig ekki. Og þetta kann aðeins að stangast á við áætlunina í janúar, febrúar, en ég á það til eins stundvís og ég vil segja ég sé. Eftir að ég eignaðist sérstaklega seinna barnið mitt, ég er með börn svona þeim aldri að þau eiga til að stoppa hlutina af alveg á seinustu stundu þegar maður er á leiðinni út hurðina.
að þá ég oftar sein en ég var og maðurinn minn sem vonandi ekki að fylgjast með einmitt núna, hann þekkir þetta af góðri reynslu, að ég oftast búin að segja ætla að vera á fleiri stöðum en ég get. Þannig ég ætla að reyna að vera aðeins reynsari hvað það varðar en samt standa mig ekki. Já. Bjarni. Já. Á maður ekki að taka þetta eitthvað svona léttu nótunum, sko. Ég að reyna að hætta að grána og ég ætla að leggja mig fram það á næsta ári. Sko, það rosalega mikilvægt þegar maður í annars sömu starfi að hafa vit á því af og til að hitta vini sína og leika sér aðeins. Og þannig að ég ætla að passa upp á það þegar ég finn tíma að fara og gera skemmtilega hluti og á þeim nótum þá eru staðir sem ég á eftir að heimsækja á Íslandi sem langar rosalega mikið til að koma. Ég hef lengi ætlað að fara upp á Herðubreið, standa þar uppi og horfa yfir sléttuna. Mig langar gríðarlega mikið til að gera það. Ég vona að það geti orðið á þessu ári. Fara upp á drottninguna? Já. Draumurinn? Já. Ég hef oft hort á hana þegar ég á leiðinni framhjá. Fara upp á drottninguna? Og Bustast var þetta? já, hún hérna drottning í þessu landslagi. Ég meina, það engin dónaskapur að segja þetta. Þetta bara alþekkt. Svo eru staðir fyrir vestan sem ég á eftir að koma. Ég hef aðeins komið á strandir og eins á Hornstrandir en ég á eftir að koma til Hornbjarg. Og mér finnst ég ekki búin að klára það svæði fyrir en ég kem þangað. Og reyndar myndi ég líka velja að koma inn í Jökulfjörðina. Þannig að tékka við, strika út sko staði sem að mig hefur lengi til að koma inn á eða upp á. Það eitt af markmiðum ársins og eða meðal markmið ársins og svo bara þetta að þó að vinna sig krefjandi og þetta starf sem við erum nú öll í formennirnir, það mjög tímafrekt og leggur álag á fjölskyldulífið að þá getur maður ekki sinnt í almennlega nema maður taki stundum tíma til þess að hafa gaman og þá nú ekki verra að maður getur verið með fjölskyldunni, þannig ég ætla að muna það á næsta ári. Robert. Gísli. Og Gísli. Já, á persónulegu nótunum þá ætla ég eins og Bjarni að reyna að eyða meiri tíma með fjölskyldunni og börnunum, barnabörnunum. 5. barnabarni bara að koma á næstu dögum, þannig að ég vil endilega eyða meiri tíma með þeim. Sem stundum erfitt þegar maður á þinginu langt fram á kvöld. Þetta ófjölskyldu vænasti vinnustaður sem ég hef unnið á. Og talandum svona vinnulega, faglega séð, þá ætla ég að tala minna úr ræðustól en meira bak við tjöldin. Og ég hef verið að gera það mikið í haust og ég hef verið mikið í því að tala við ráðherrana, tala við stjórnarþingmennina og fá hluti til þess að færast áfram á ákveðnum sviðum án þess að endilega vera að fá sviðsljósið fyrir það sem ég að fá að gerast í breytingum. Og þetta bara gamalt sem ég læriði þegar ég var í því að eiga við hamfarir út við hann heima. Maður þarf ekki alltaf að fá kreditið fyrir það sem maður að gera. Að eiga við hamfarir? Það reynsla til að fást við ríkisstjórnina? Það nákvæmlega það, já. Ég meina, sú reynsla hefur reynst mér ótrúlega vel að hafa verið við náttúruhamfarir, vinna við þær í 20 ár. Þið ættu að gefa út brandarablaði. Og ég gæti alveg farið að gefa þér bókinum krísustjórnun sem ég gaf út. Já. Þannig að ég gaf nú varaformanninum það áður en hún byrjaði í utanríkisráðuneytinu. Við höfum lent í þessu, ég geti líka kennt þér ýmislegt. En ná að láta fleiri hluti gerast bak við tjöldin vegna þess að það mikilvæga í öllu þessu starfi sem við gerum að láta hlutina breytast til hins betra. Ekki alltaf bara það að geta staðið upp og sagt þetta gerði ég, heldur það að vita það þarna hjálpaður einhverju fólki með því að fá þessar breytingar. Þetta eru falleg lokaorð. Við erum alveg komin langt yfir tíma út að við erum svo mikið að tjá okkur en ég held að við ættum bara að þakka fyrir þennan dag, þennan þátt, allt sem við höfum fengið að heyra á þessa samveru. Það þarf að skála sjálfsögðu fyrir árinu 2023, sumum fannst það ótrúlega ljúft, öðrum fannst það erfitt, en ýmislegt gekk á. Þá höfum við meiri trú á 24 held ég, heilmikla. Jú. Jú, 100%. Það eru frábært ár. Það eru hattar og Sigurður Ingi búinn að lofa þig. Frábært ár. Já, Sigurður Ingi, ok.
En við skulum skála svo ætlum við að gefa Telmu orðið og við fáum smá tónlist og gleði í lokin. Skál. 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 Gleðilegt nýtt ár. Nú maður setja hérna hatt á. Já, það er gott að staldra aðeins við í árslok og hugsa lífið. En nú eru einungis örfáir tímar eftir af 2023 og brátt siglum við inn í nýtt ár. Við óskum ykkur gleði og gæfu og já, megi allir ykkar draumar rætast. Við þökkum gestum okkar og ykkur samfylgdina í dag og á árinu öllu sem senn er liðið. Hafið það sem allra best á þessum gamlársdegi, farið varlega í kvöld en skemmtið ykkur vel í faðmi ykkar allra bestu. Okkar frábæra Una Torfa ætlar að loka kryddsíldinni að þessu sinni með einu vinsælasta lagi ársins. Sjáumst aftur á því nýja. Verið sæl. Fætur dansa ein við barinn svona korteri fyrir 3 og vinkonan er farin á ný fyrir aftan mig stendur þú með augun þín og það sem ég gat alltaf leitað í og tíminn skiptir þurfum ekki að vera í bandi og þú þarft ekki að fylgja mér heim. Ég veit að það er venjan að forðast fyrrverandi og ég vil ekki vera ein af þeim sem að búa til drama en mér er bara drukkið sama því þú veist að ég vil ekki vera ein. En við þurfum ekki að vera í bandi. Sem við vorum og erum enn og hvort sem það er skynsamlegt eða ekki tekið utan þig og spyr hvort það sé allt í lagi að ég kom í heimsókn og fái te og ef þú leyfir mér fyrst að ég þú þarft ekki að fylgja mér heim. Ég veit að það er venjan að forðast fyrrverandi og ég vil ekki vera ein af þeim sem að búa til drama en mér er bara drukkið sama því þú veist að ég vil ekki vera ein. Við þurfum ekki að vera í bandi og þú þarft ekki að fylgja mér heim. Skiptir engu, látum endast ekki endast lengur. Málaðu minn tíminn skiptir engu, látum ekki endast lengur. Hey, við þurfum ekki að vera í bandi og þú þarft ekki að fylgja mér heim. Veit að það er venjan að forðast fyrrverandi og ég vil ekki vera ein af þeim sem að búa til drama en mér er bara drukkið sama því þú veist að ég vil ekki vera ein. Við þurfum ekki að vera í bandi þú þarft ekki að fylgja mér heim. Takk fyrir.